Góðir málstofugestir, fyrir hönd Landspítala og býð ég ykkur velkomin til þessa málþings sem helgað mikilvægi næringar í byltuvarnum. Í dag á alþjóðlegum degi byltuvarna þá stöndum við saman sem fagfólk til að draga úr hættu og afleiðingum byltna, en byltur eru ein algengasta og alvarlegasta öryggisógnin í heilbrigðiskerfinu. Og á Landspítala erum við með fjölmargar byltur á ári hverju og við höfum verið með 1000 byltur skráðar árlega hjá innliggjandi sjúklingum. Og byltur eru algengustu óvæntu atvikin á spítalanum og afleiðingarnar geta verið mjög alvarlegar. Beinbrot, verkir, færniskerðing, lengri sjúkrahúsdvöl og jafnvel dauði. Erlendar rannsóknir sýna að helmingur sjúklinga sem detta á sjúkrahúsi eru látnir innan árs. Og nýleg rannsókn gerð á Landspítala sýndi 21% dánatíðni hjá konum og 36% dánatíðni hjá körlum eftir mjaðmabrot og hún hækkaði eftir aldri. Til þess að bregðast við þessari öryggisógn þá höfum við þróað og innleitt verklag byltuvarna á Landspítala og þar notum við gagnreyndar aðgerðir við að greina áhættu, orsakir og veita meðferð vegna byltna og við beitum fjölþátta þverfaglegri nálgun. Og aðgerðir í byltuvarnum taka ávallt mið af nýjustu klínísku leiðbeiningum hverju sinni. Og í verklaginu þá leggjum við áherslu á að greina undirliggjandi áhættuþætti byltna hjá öllum sjúklingum sem eru 65 ára og eldri og yngri einstaklingum sem eru í byltuhættu vegna undirliggjandi sjúkdóms eða ástands og beina aðgerðum í byltuvarnum sértækt og einstaklingsmiðaða því að draga úr áhættu þáttunum. Og vinnulagið skráð í gæðaskjöl í gæðahandbók Landspítalans og þessi gæðaskjöl eru opin öllum bæði innan og utan Landspítala. Byltuvarnir ekki verkefni eins faghóps heldur samvinna margra. Og Landspítala starfar öflugur þverfaglegur byltuvarnarhópur sem stýrir aðgerðum í byltuvarnum. Og hann gerir það að leiðarljósi að efla öryggismenningu og draga úr byltuhættu með fræðslu, innleiðingu og eftirfylgd. Og byltuvarnahópurinn hefur skilgreint gæðastaðar byltuvarna sem fjöldi byltna á 1000 legudaga, en markmið með útgáfu gæðastaðla á Landspítalanum að auka öryggi sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna og gæði þjónustu á spítalanum. Og við höfum sett okkur 3 markmið með gæðastaðlunum og við birtum stöðum að við viljum ná byltum niður fyrir 4 á 1000 legudaga, við viljum að engin sjúklingur hljóti alvarlegar afleiðingar af byltu og engin sjúklingur detti endurtekið í legu á sömu deild. Og við erum á miðri vegferð í þessu mikilvæga verkefni. Áhættuþættir byltna eru fjölmargir og eftir því sem og þeir eru samverkandi og eftir því sem þeir eru fleiri, því meiri verður hættan á að fólk detti. Og málþinginu í dag þá ætlum við að leggja sérstaklega áherslu á vannæringu, á næringarástand sjúklinga. En það eru margir sem að tengja ekki byltuhættu við næringarástand, en við erum með nýlegar rannsóknir sem að sýna að byltur eru sterkt tengdar við næringarástand sjúklinga. Og það ætlum við að fræðast í dag nánar. Og ég hvet ykkur til virkrar þátttöku í málþinginu. Dagskráin hún endurspeglar fjölþættar raddir og reynslu, allt frá klínískum rannsóknum til reynslusagna og vinnustofu. Við eigum öll okkar hlutverk í byltuvarnum. Í dag fáum við tækifæri til að læra, spegla og efla okkar starf. Ég hlakka til að fylgjast með og taka þátt með ykkur. En nú vil ég afhenda fundastjórnina yfir til Konstantín Scherbak, sérfræðings í lyf- og öldrunarlækningu. Konstantín, gjörðu svo vel. Góðan daginn og takk fyrir Bergþóra og til hamingju með daginn. Og þakka fyrir trausti til þess að stjórna þessum málþingi.
Við ætlum sem sagt að fara í gegnum erindi og geyma kannski spurningar fyrir lok hvers erindis ef tími leyfir. Smá upplýsingar fyrir fyrirlesara. Ég með svona spjöld sem við ætlum að sýna ykkur hvernig 5 mínútur og 3 mínútur og 1 mínúta eftir, og ef ég staðinn upp það bara að fara að hætta að tala algjörlega. Sem sagt, við ástæð fyrir því af hverju við viljum halda frekar stífta dagskrána. Við líka með við með mjög mörg skemmtilegt erindi hér líka, en við líka með erlendan gest sem tengist seinni okkur í gegnum netið. Þannig að við ætlum að halda vel dagskrá. En fyrsta erindi heitir Byltur að legudeildum Landspítala, tengsl milli áhættu af vannæringu og afdrifa sjúklinga eftir byltu, og það Karen Rut Hákonardóttir sem núna klíniskur næringafræðingur og MS núna eftir þetta verkefni. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara með texta hérna. Komið sæl, ég heiti Karen Rut Hákonardóttir og ég klíniskur næringafræðingur og ég ætla að fjalla verkefni mitt sem heitir Byltur á legudeildum Landspítala og tengsl milli áhættu og vannæringu og afdrifa sjúklinga eftir byltur. En leiðbeinendur mínir voru Ólöf Guðný Geirsdóttir, prófessor í næringafræði, og Bergþóra Baldursdóttir, doktor í líf- og læknavísindum og verkefnastjóri byltuvarna. En áður en ég fer yfir verkefni mitt, þá ætla ég að fara snögglega yfir byltur og vannæringu. Já. En byltur, þetta held ég, nei, ekkert. Já, þetta kemur aðeins öðruvísi út, þetta verður vitlaust sklæra. En byltur atvik þar sem einstaklingur lendir óvart á jörðu, gólfi eða öðrum lægri hlut og þriðji hver 65 ára dettur einu sinni eða oftar á ári og tíðnin tvöfaldast á 5 ára fresti eftir það. En byltur eru algengustu atvikin á Landspítalanum og 900 byltur skráðar í atvikaskrá Landspítalans á hverju ári. En hættan á byltum eykst við innlögn á spítala og það margir þættir sem spila þar inn í. Meðal annars þetta nýtt umhverfi sem sjúklingarnir þekkja ekki. Einnig eru innliggjandi sjúklingar með margar sjúkdómsgreiningar og mörgum lyfjum sem geta ýtt undir hættan á byltum og sérstaklega flokkur lyfja sem kallast Fall Risk Increasing Drugs eða FRIDS, og það eru meðal annars sterk verkjalyf, blóðþrýstingslyf og ákveðin geðlyf sem hafa verið tengd við aukna líkur á byltum. En 25–30% af sjúklingum verða fyrir áverkum eftir byltu og 10–20% verða fyrir alvarlegum áverkum, til dæmis eins og beinbrotum, mjaðmabrotum og höfuðáverkum. En vannæring ástand þar sem ónóg inntaka eða frásögn næringarefna veldur minnkun á fitufrím massa, verri hreyfifærni og vitunarskerðingu sem tengist verri batahorfum sjúklinga. En tíðni vannæringar á spítalanum á milli 20–60% og það mismunandi eftir sjúklingahópum. En hættan á vannæringu eykst einnig við innlögn á spítala, þar sem sjúkdómsgreiningar og lyf geta haft áhrif á matarlyst, meltingu og bólgumyndun, en mikil bólgumyndun líkamanum getur hindra svengdarhormón og hægt á magatæmingu. Mörg lyf hafa mikil áhrif á meltingu sem getur hindrað næringarinntöku. En einnig algengt að langur tími fari í föstur fyrir aðgerðir, speglun, myndrannsóknir eða blóðrannsóknir og í mörgum tilfellum þarf að fresta þessum aðgerðum sem leiðir til þess að meiri tími en áætlað var fer í föstur. Og sjúklingar fara oft margar svona blóðrannsóknir eða aðgerðir í einni legu. En vannæring getur aukið líkur á byltum, til dæmis vegna þess að vöðvamassi minnkar og þar af leiðandi vöðvastyrkur sem hefur áhrif á göngulag sjúklinga og getur þeir til að halda jafnvægi, og einnig fylgir mikil þreyta, orkuleysi og jafnvel aukin óáttun. En áhættu þættir fyrir bæði byltur og vannæringu að vera 65 ára eða eldri, þar sem aldurstengdar breytingar geta hindra næringarinntöku og auki líkur á byltum. Skynjun versnar oft með aldrinum, til dæmis sjón- og jafnvægisskynjun, það getur orðið verri hreyfifærni og vitunarskerðing.
Bragð- og lyktarskyn getur minnkað, það getur orðið minni þorstatilfinning og stundum erfiðleika við að kyngja. En bæði byltur og vannæring minnka lífsgæði fólks, tengist verri batahorfum, lengri spítalalegu og aukinni dánatíðni og með hækkandi aldri þjóðarinnar búist við því að tíðni vannæringar og byltna muni aukast í framtíðinni sem mun setja meira álag á heilbrigðiskerfið og sjúklingarna sjálfa ef ekkert gert. En markmiðið með verkefninu mínu var að skoða hvort að hættan á vannæringu hafi áhrif á afdrif sjúklinga eftir byltur á Landspítalanum og tíðni byltna, tíðni innlagna og áverka eftir byltur, ástand sjúklinga þegar byltan átti sér stað, legulengd, hvers sjúklingan útskrifuðust og dánatíðni var skoðað og sjúklingar 65 ára eða eldri sem urðu fyrir byltum á Landspítalanum árið 2003 voru skoðaðir. En sjúklingunum var skipt upp í 3 hópa út frá niðurstöðum skimunar fyrir hættu á vannæringu, sem blaðið sem hérna á glærunni. En heilbrigðisstarfsmaður fyllir út í skimunarblaðið með því að svara spurningunum og þá fær sjúklingur heildarstig sem segir til hversu mikil hætta á vannæringu hjá honum. En sjúklingar sem fengu 0-2 stig voru metnir í lítilla hættu á vannæringu, sjúklingar sem fengu 3-4 stig voru metnir í ákveðna hættu á vannæringu og sjúklingar sem fengu 5 stig eða fleiri voru metnir í mikilla hættu á vannæringu. Og niðurstöður hópanna 3 voru bornar saman með tölfræði úrvinnslu. Bæði leiðréttar og óleiðréttar niðurstöður voru skoðaðar, en leiðrétt var fyrir aldri, kyni, fjölda sjúkdómsgreininga og fjölda lyfja eða fjölda frits og það fór eftir í hvort að niðurstaðan tengdist byltunni sjálfri eða ekki. En nú erum við komin að niðurstöðum verkefnisins, en alls voru 911 byltur skráðar í atvikaskrá árið 2023. 429 sjúklingar voru 65 ára eða eldri sem urðu fyrir byltum. Af þeim voru 332 sjúklingar með niðurstöður úr skimun fyrir hættu á vannæringu. Af þeim voru 96 sjúklingar metnir í lítilla hættu á vannæringu sem græna súlan. 123 sjúklingar voru metnir í ákveðinni hættu á vannæringu sem gula súlan og 113 sjúklingar voru metnir í mikilla hættu á vannæringu sem rauða súlan. Og á myndinni hægt að sjá hvernig hlutfallið var. En langflesta bylturnar áttu sér stað á Landakoti en 108 sjúklingar urðu fyrir byltu þar, 45 sjúklingar urðu fyrir byltu á hjartadeildinni og 42 sjúklingar á bráðaöldrunarlækningadeild. En aðeins einkenni sjúklingana, það var 45,9% af úrtakinu voru konur og meðalaldurinn var 81,2 ár. Að meðaltali sjúklingarnir með 5,7 sjúkdómsgreiningar með 18,6 lyf skráð í lyfjaskrá í legunni og 5,7 frits. En ekki var hægt að fá gögn með ítarlegri upplýsingum fyrir lyfin. Það var aðeins hægt að sjá fjölda lyfja í lyfjaskrá í legunni og ekki hægt að sjá bara hvaða lyf voru skráð þegar byltan átti sér stað. Og vítamín og steinefni voru talin með. En flestir sjúklingar urðu fyrir einni byltu og voru með eina legu, en 30,5% sjúklinga urðu fyrir fleiri en einni byltu og 14,2% voru með fleiri en eina legu árið 2023. En hér eru aðeins ítarlegri upplýsingar einkenni og aðeins þær niðurstöður sem voru marktækar á milli hópanna 3. En sjúklingar metnir í lítilla hættu á vannæringu voru marktækt yngri heldur en hinir sjúklingarnir. Einnig var marktækur munur á BMI á milli hópa sem kemur ekki óvart þar sem BMI stór þáttur í ákvarða hvort að sjúklingur sé áhættu á vannæringu eða ekki. Og einnig voru sjúklingar metnir í mikilla hættu á vannæringu með marktæk fleiri lyf og frits samanborið við hina sjúklingana. En alls urðu 92 sjúklingar fyrir áverkum eftir byltu, 21 urðu fyrir beinbroti og 11 fyrir mjamabróti. Og marktækur munur fannst fyrir fjölda mjamabrota og myndinni sést að voru langflestir sem voru metnir í mikilla hættu á vannæringu sem rauða súlan. En það voru 8 sjúklingar sem urðu fyrir mjamabroti þar, aðeins 2 sem voru metnir í lítilla hættu og 1 sem var metin í ákveðinni hættu. En vegna fárra sjúklinga var ekki hægt að framkvæma tölfræða úrvinnslu með leiðréttum þáttum til þess að skoða betur hversu mikil áhrif hættan á vannæringu var að hafa, en þetta gefur okkur þó mjög góðar vísbendingar. Og ég ætla líka að taka fram að það voru 3 sem létust af þeim sem urðu fyrir mjamabróti og þau voru allir metnir í mikilla hættu á vannæringu.
En þegar ástand sjúklinga var skoðað þá kom í ljós að sjúklingar metnir í lítilli hættu á vannæringu voru ólíklegri til að vera óáttið þegar byltan átti sér stað, samanborið við sjúklinga metna í mikilli hættu á vannæringu. En hér taflan með niðurstöðum með leiðréttum þáttum og eins og sést hafa módel 1 leiðrétt fyrir aldri og kyni, módel 2 leiðrétt fyrir aldri, kyni og fjölda sjúkdómsgreininga og módel 3 leiðrétt fyrir aldri, kyni, fjölda sjúkdómsgreininga og í þessu tilfelli þá fjölda Fritz. En þegar legulengd var skoðuð þá voru allir dagarnir frá innskrift og útskrift reiknaðir. Fyrir sjúklinga með fleiri en eina legu þá voru dagarnir úr öllum legunum lagðir saman. Dagar sem sjúklinga voru inniliggjandi árið 2004 voru tekið með ef að innskriftin og byltan var árið 2003. En þar sem bilið var mjög breytt, alveg frá einum degi upp í 501 dag, þá var ákveðið að skipta sjúklingunum upp í 2 hópa út frá því hvort þau lágu lengur en miðgildi fyrir allan hópinn, sem voru 39 dagar. Og þá fannst marktækumunur á milli hópa, en síðan voru þessar niðurstöður skoðaðar nánar með leiðréttum þáttum og þá hélst ekki lengur marktækumunur í módeli 3 þegar var búið að leiðrétta fyrir lyfin, en þetta gefur til kynna að sjúkdómsástand sjúklinga að hafa mikil áhrif á legulengd en að hættan á vannæringu skiptir einnig máli. En síðustu niðurstöðurnar fjalla hvert sjúklingarnir útskrifuðust og dánartíðni og þá fannst marktækumunur á hvort sjúklingarnir útskrifuðust heim eftir leguna og dánartíðni á milli hópa. Og eins og sést þá var næstum því helmingur sjúklinga metna í lítilli hættu á vannæringu sem útskrifust heim eftir leguna en aðeins 21,2% af þeim sem voru metnir í mikilli hættu á vannæringu. Einnig dánartíðnin mun hærri hjá sjúklingum metnir í mikilli hættu á vannæringu samanborið við sjúklinga metna í lítilli hættu á vannæringu. Og þessar niðurstöður voru nánar skoðaðar með leiðréttum þáttum og þá sést að sjúklingar metnir í lítilli hættu á vannæringu voru næstum því þrefalt líklegir til að útskrifast heim samanborið við sjúklinga metna í mikilli hættu á vannæringu. Og það er mjög verndandi að vera metin í lítilli hættu á vannæringu þegar það kemur að dánartíðni samanborið við sjúklinga metna í mikilli hættu á vannæringu. En niðurstöðurnar úr verkefninu mínu gefa til kynna að afdrif sjúklinga eftir byltur á Landspítalanum eru verri hjá sjúklingu sem eru metnir í mikilli hættu á vannæringu samanborið við sjúklinga sem ekki teljast í hættu á vannæringu og niðurstöðurnar benda til þess að þörf sé á fyrirbyggjandi inngripum til þess að bæta útkomur hjá öldrunarsjúklingum. Takk fyrir mig. Fara alveg strax. Nei. Spurningar? Já. Til hamingju með þetta, mjög flott verkefni og mikilvægar upplýsingar. Það sem ég hef áhuga á það er svolítið stór hópur sem dettur oftar en einu sinni. Já. Skoðaði hann eitthvað sýnir? Ég skoðaði hann ekkert eitthvað, nei. Ég segi hérna aftur til hamingju með. Þetta verkefni er flottar og mikilvægar niðurstöður og nothæfar líka. Ég er að velta fyrir mig þetta með Fritz og svo heildarfjöldi lyfja. Já. Og mér fannst það jafnvel sterkari líkur á byltum út frá heildarfjöldi lyfja jafnvel en Fritz. Er það rétt hérna? Það voru sjúklingarnir sem voru metnir í mikilli hættu á vannæringu voru með alveg bara mun fleiri lyf skráð og þú veist þau voru koma Það er til að finna kannski að þessi glæru hérna líka í þessu. Já, og mér fannst alveg áhugavert að sjá að voru í minnsta lagi 8 lyf skráð í lyfjaskrá hjá þeim sem voru metnir í mikilli hættu á vannæringu og já, fjöldi lyfja segir mjög mikið til sjúkdómsástand. Þannig Ég veit ekki hvort það sé svona aðferðarlega sé gott að horfa að p-gildi en p-gildi miklu, þú veist, sterkara hjá þeim fyrir heildarfjöldi lyfja heldur en jafnvel fyrir Fritz. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona vangaveltur eitt fyrir sig. Já. Er spurninga komment? Já. Það er bara ein spurning fjöldi lyfja. Já. Eru það að skoða fjöldi lyfja akkurat á þessu mómenti? Nei, það var bara hægt að fá upplýsingar alla leguna. Já, alla leguna. Já. Fjöldi lyfja alla leguna. Eru vítamín tekin inn í það? Já.
Fleiri spurningar komið Bergþór? Og það óvart að hlutfall þeirra sem voru skimaðir var ekki hægt en það var. Áttu vona á þessum niðurstöðum? Sko, nei, ég var alveg ánægð með töluna af því það ekkert alltaf skimað svona vel. Þannig, en jú, ég væri alveg til að hafa verið fleiri skimaðir. En, já. En þú, já, kannski misti þig, varstu með einhverja gögn það sem voru ekki skimaðir eða? Nei, ég tók þá bara, já. allan að þegar ég var að bera saman, þá það bara þessi sem voru skimaðir. Já, en ég meina það minnkar ekki, alls ekki hérna þessi niðurstöðu, við sjáum alveg það að þessi sem eru við sterkar líkur eru með miklu verra útkomur. Ég hugsa að þessi sem eru kannski ekki skimaður myndi lenda frekar í hérna, þó að við vitum það ekki, kannski í litlar líkur á vannæringu. En þú veist, við vitum það ekki, en manni finnst það allavega að þessi hérna, en fleiri vandamál hjá einstaklingunni en sumir kannski finna meira ástæðu til þess að skima fyrir. Maður vonar það allavega. Nei, spurningar, fleiri spurningar, komment? Nei. Skipt út fyrir okkur, af hverju tengsl á milli næringarástands og bylta? Eins og ég kom fram bara í inngangnum, þá eru sjúklingar sem eru vannærðir oft einmitt bara með minni vöðvamassa, þau eru oft veikari og það var einmitt mjög áhugavert að sjá með óváttunina að greinilega næringarástand að hafa mikil áhrif á hvort þau séu óváttuð eða ekki. Þannig það eru bara mjög margir þættir sem að spila þar inn í. Já. Ekkert meira, við skulum klappa fyrir. I'm going to switch now to English, and I'm going to try to slides like this, and yeah, okay, no, I have to stop presentation here. No? Yeah, yeah. Trying to, oh. Já, hann búinn að tengja sko. Hann tengdi hérna. En ég fyrir að taka glærurnar þessi nýður sko frá, skilur, svona. Nei? Þetta? Svona. Ok. Svo getum við lokað þessu. Dr. Bell, do you hear us? Well, are you there? Yes, I do. All right. So it's my pleasure to introduce Dr. Jack Bell. He is a principal research fellow and advanced dietitian at the Prince Charles Hospital in Australia, and he is an adjunct professor at the University of Iceland. He is a world leader in hip fracture research in malnutrition, nutrition risk assessment in hospital patients with demonstrated impacts across knowledge advancement, policy, and practice. He loves growing avocados and spending time with his family in remote locations where there is no mobile phone or internet access. But I wonder if your family is as keen as go with you there without internet access as you. With that, the floor is yours, and Dr. Bell's talk is about the association between malnutrition
falls and harmful falls. Thank you for being here, and the floor is yours. Really sorry that I can't attend in person. It's a lovely country you have, and it's also got many places you can go without, well, not as much as Australia, but there are some places you can go with limited internet access and get away from all of the crowds. So, hoping you can see my slides. All I can see is just a corner of myself, so I'll assume you can see my slides, and maybe if someone tells me if they're not moving forward. So today, if I just shift to the next slide, there you go. I'll try. There's always something with technology. Okay, so I'm presenting. Okay, perfect. So I'm presenting on malnutrition falls and harmful falls, and my subtitle is Preventing the Harm That We Should Have Seen Coming. I don't really have any acknowledgements or conflicts of interest for this talk, other than I am representing the University of Iceland and I'm an executive member of the Fragility Fracture Network. Fragility Fracture Network is really thankful for funding from corporate partners, including Nutricia, but industry partners have had no input into the presentation that I'm doing, or the simpler pathway or toolkit development or any local or site implementation processes. I'll start with some definitions. So I'm using a reasonably specific form of malnutrition when I'm talking about malnutrition. I'm really talking about protein energy malnutrition or undernutrition, defined using a validated tool. So it's not the broader definition that includes both overnutrition and undernutrition or the micronutrient deficiencies. I'm just focusing on protein energy malnutrition. My definition of falls is unintended descents to the ground, frequently occurring in multimorbid older inpatients. And harmful falls are falls that result in injury, hospitalisation or death. So where should we focus our limited resources? I'm certain that your hospital system is like ours in Australia, and it does have a number of stressors. There's a lot more activity happening and probably not quite as much funding as we used to have. So the problem is most multimorbid older adults in hospital are at risk of falls. So if you're admitted to a hospital, and if you're over 65, and definitely if you're over 70 or 75, that is your falls risk screening tool. You've got multiple problems, you're admitted to hospital, and you're an older person. So that immediately places you at a reasonably high risk of having a fall. Hospitals face limited resources. And so it's probably not realistic to implement actions for everybody in hospital who is at risk of having a potential fall. Now that sounds a little harsh, but it might be fair. So I can be a little controversial at times, but I have this value proposition, which is, what if we focused our targeted prevention efforts on those who are at risk of harmful falls? Because otherwise, how do you actually work out who you're going to focus your limited resources on? Now, my evidence is, well, and maybe this is also my bias, malnutrition increases the risk of harmful falls. So not just a fall, but a fall associated with harm. And I will talk a little bit about a paper that's been published in the Journal of Clinical Nutrition, which was probably one of the first, if not the first, solid pieces of work that showed something that we all knew, which was that if you're malnourished, if you don't have enough muscles due to nutritional status, then you are more likely to have a fall in hospital, and that fall will be what I call a hard fall. You have a harmful outcome. I'll give a case study. ChatGPT wasn't quite perfect with creating this image because I think his BMI is not quite 30 in that picture, but anyway, that's okay.
So this is Mr. White with a background health status of living alone with some support and maybe some undiagnosed cognitive impairment. He also has undiagnosed sarcopenia and malnutrition, despite the fact that he's a little bit overweight. And he also has low vitamin D, and the reason for his admission was a pulmonary disease exacerbation. In Australia, we call that chronic obstructive pulmonary disease. Complications in hospital included a hyperactive delirium, dehydration, hospital-acquired pneumonia, which is not at all unusual in Australia, and I'm sure you see plenty of patients like this in your country as well. He consequently had 2 weeks of minimal poor nutritional intake and a fall with a hip fracture. He then had pressure injuries, skin tears, ongoing delirium and dehydration, leading to an acute kidney injury, multiple falls as a result of that, physical and functional decline, and was discharged to a nursing home 4 weeks after his initial fall. 2 weeks after being discharged to the nursing home, he was then deceased. This resulted in hospital penalties including, but not limited to, an inpatient fall, pressure injuries and skin tears, delirium and acute kidney injury, as well as increased healthcare and community costs. Not a particularly good patient outcome, so I'll finish on the patient-focused outcome there as well. So I guess my question is, we should have seen this coming. And that's really more a statement even, not a question. But think about this yourself. Should in settings like yours, should you see this coming for patients like this when it comes to a fall? This person had cognitive, functional and mobility impairment, vitamin D deficiency, delirium and dehydration, sarcopenia, and malnutrition. Now, I've picked a fairly easy case because that's a lot of reasons to have a harmful fall. I'll talk a little bit now about the initial paper. So this was a 5-year observational study. It was only point prevalence, though it wasn't 5 whole years. We used our data from every year. We have a 1-day malnutrition day that's tied in with our pressure injury day. So we do full nutrition assessments on every patient in the hospital once a year for 1 day. And it's been a very useful way of getting the interdisciplinary team to have a bit of fun together, but we also get some very valuable data. So this was in our hospital in Brisbane in Australia. And the aim of this particular study was to investigate whether malnutrition is independently associated with inpatient falls and harmful falls. The malnutrition prevalence was about 1/3, which is fairly normal. It can be higher than that or lower than that depending on the different wards. In terms of falls, 9.2% of our patients fell and only 0.7% experienced a harmful fall. So that's a pretty big difference. That's about a 1 in 10 people who fall actually have a harmful fall. In terms of malnutrition and harm, malnourished patients were 8 times more likely to experience a harmful fall. What's important to note is BMI alone was not predictive of harmful falls. To be clear on that, it's important to note that you can actually be malnourished whether you're underweight, a healthy weight, overweight, or living with obesity. And so the thought that only thin people are malnourished, which exists in a lot of places, in a lot of countries, is not actually accurate. And it's as populations are aging and having increased rates of obesity in their younger years, we're much more likely to see this overweight or obese malnutrition. So so for our screening and our nutrition day, we actually don't rely on screening tools. So we do a full thorough assessment on every patient, not just those who are screened using a screening tool. And that's because the screening tools, especially if they include a BMI component, often don't pick up this
overweight or obese malnutrition. Older age predicted falls, but interestingly did not predict harmful falls. So what did the paper talk about? Well, it talked about gaps in current practice where fall risk tools often omit nutrition and malnourished patients may not appear underweight, as I just said. Now, the implications of this for practice include malnutrition in falls risk assessments, and that we should also consider assessing malnutrition independently of BMI where possible. And in conclusions, this paper suggested that malnutrition is a strong independent predictor of harmful inpatient falls, that routine nutrition screening and assessment could improve fall prevention strategies, and that these should not be reliant on BMI. Now, I will note this is only, although across 5 years, it's only a single site in Australia, so you will need to think about how relevant these exact figures are towards your site, but I am of the understanding that you're going to hear about some local data in a minute or two, so that's very exciting. I want to just talk a little bit more about this DOOM business. So we've called that diagnosis of overweight or obese malnutrition, which really is sarcopenia or sarcopenic obesity, except that it's got a nutrition component to it, because sometimes people can have sarcopenic obesity that's not related to nutrition. So DOOM describes the paradox of having obesity with underlying malnutrition, which is often overlooked in clinical assessments. People who are living with DOOM face risks including pressure injuries, reduced mobility, harmful falls, and increased mortality. And they're not insignificant. We're talking quite large odds ratios for these. So, as I said before, with rising BMIs and increasing prevalence, malnutrition screening tools and practices reliant on the BMI are likely to become outdated. And I refer you to that third study on the right there, the one down the bottom. That's a really important study that shows that the cut points used for malnutrition now probably do need revising if people are using BMI. We've done some work to show that if you're admitted to our hospital, a reasonable screening tool by itself is actually having a BMI of less than 26. That is, if your BMI is less than 26, you are likely to have protein energy malnutrition. That's not less than 18.5, that's not less than 20 or 22, it's 26. So it's fascinating. I would not rely on a BMI as a cut point anywhere at the moment. So recognising nutritional vulnerability across all body types is essential to provide equitable and effective. So what are my clinical musings? Well, malnutrition leads to sarcopenia, reduced mobility and functional impairment in older adults. We know that. I don't need to show you all the references for that. At any BMI range. So my first point is people with sarcopenia, reduced mobility and functional impairment fall hard. They are more likely to have a harmful fall. We also know that malnutrition and dehydration increases delirium risk, negatively impacting cognition. And for those of you who are working in the wards, I'm sure you recognise that cognitively impaired people also fall very hard, so are more likely to have a harmful fall. People with protein energy malnutrition are also more likely to be vitamin D deficient, and that can impair neuromuscular function and also leads to osteoporosis and osteosarcopenia. So again, people with vitamin D deficiency also fall hard. They are more likely to have a harmful fall. Malnutrition means more time spent in hospitals and other healthcare settings. Being in a hospital or an aged care home definitely increases the risk of harmful falls. So, in summary, I'd say malnourished inpatients fall hard. They are more likely to have a harmful fall. We have a saying in Australia, it's called, what is first, the chicken or the egg? And I'm sure you've got something similar in Iceland. So I'm going to talk about something called the vicious cycle. Don't look it up because I've made this word up, but it is something you'll understand. So if people have malnutrition, sarcopenia, vitamin D deficiency, delirium, osteoporosis, pressure injuries, frailty and falls, as soon as you've got two or more of any of those,
they all start to interact. They reinforce each other in a vicious cycle or cycles, worsening patient outcomes. So this mutual reinforcement actually can be really harmful, and once it starts, it cycles out of control. So avoiding the vicious cycle requires timely interdisciplinary healthcare interventions if you're going to have effective patient management. Once people get into the vicious cycle, it's very hard to get out of it. So in conclusion, trying to prevent every possible fall in hospitals spreads resources too thinly. I'd suggest focusing on things likely to cause harmful falls. Malnourished patients are 8 times more likely to have harmful falls, and this is independent of BMI. Malnourished patients with a harmful fall enter a vicious cycle with devastating consequences. So if your patient has malnutrition, you should do everything you can to make sure they don't fall. And I would strongly recommend considering malnutrition in any falls risk assessment and prevention process, especially in a country prone to osteoporosis, osteosarcopenia and vitamin D deficiency. And if you haven't seen this, talk to Olaf or one of the others about it later, but we have a program called Simpler to help improve people's nutrition for fragility, people living with fragility fracture, and there's a link to a paper there. So yeah, if you want to know more about the Simpler process, you can have a look at those resources. I'm happy to take questions if there's time. Thank you very much. Thank you very much. I would guess it's not really, it's quite late. It's really right. It's not midnight yet. We're about 15 minutes off, I think. Yeah. Okay. So we especially appreciate for you to doing this talk at inconvenient time. Please, if you have any questions in the audience, to Dr. Bell. If you have questions, would you please state your name also? I'm wondering about this. Would you introduce yourself, please, first? My name is Johanna Gunnardóttir, and I'm wondering about this nourishment for this patient who are like in this danger. Are you in your healthcare system and do the same like we are trying to give these people always these protein drinks again and again and again, or have you discovered some other more interesting and maybe more effective way? Because what I presume is that many patients here, they are really bored of these protein drinks, and many people also don't like them. Did you hear the question? I'll repeat it just for the sake of the recording. That have you found something better than giving patients protein-rich nutrition drinks? Yeah, look, I'll just share my screen again just for a sec. I thought I did, hang on. So, I'll share this slide. You'll see that protein drinks are there, and they're one of the 6 things. Now, we've just done we're right in the middle of a very interesting survey at the moment to look at, and I know there are a number of people from Iceland who have already completed this survey, to look at what hospitals around the world are using these 6 different things to improve nutrition care for people who are malnourished or at risk of malnutrition, for example, those with a hip fracture. Oral nutrition supplements is only one of those 6 things. That survey also looks at what we call behaviour change techniques, or ways that people are doing things to make sure it actually happens. I'll give the example. It's very easy to say, did somebody receive oral nutrition supplements, or were they offered them? But did they drink them? Did they actually keep drinking them? Or were they just sitting beside the bed growing a larger and larger pile that would soon fill a whole rubbish dump? So I've seen that many times. And so
in conversations with hospitals all around the world, the first thing I like to ask is, does the patient know why they are receiving supplements? Are they aware that they are at risk of malnutrition and or are already malnourished? Have they received any nutrition information about being at risk of malnutrition or having malnutrition? And especially as part of that information, has somebody sat down and carefully explained to them that the oral nutrition supplements are a medicine for a clinical condition that is one of the most harmful conditions that people can actually have after a hip fracture? So malnutrition is one of the strongest predictors of poor outcomes after hip fracture. And I often use the example of Resonium. Now, for those who might have worked with people with kidney injuries or people with potassium, there's a drug called Resonium. And people will drink a whole glass of Resonium if their doctor tells them that they've got high potassium, and if they don't drink it, then they might have a heart attack. Now, I don't know about you, but if you've ever tasted Resonium, it is not something you would like to drink. But people will drink glasses of it because they are told why it's important and why they need to drink it. In the UK, I don't have data for Iceland at this stage, but in most places around the world, for example in the UK and Australia and a number of different countries, most people who receive oral nutrition supplements have not received information about their nutrition risk status or whether they are malnourished. They have not received any information about nutrition or malnutrition, and definitely do not have any active discussions around the relationship between the therapy or the treatment, which is the supplements, and not only nutritional outcomes, but aligning them to their patient-centred goals. So, for example, in my hospital, if I was working in Iceland, and if one of the nurses came and asked me, oh, look, this person's not drinking their supplement, we prescribe it. And if somebody says they're not drinking it, I say, well, have you spoken to Chris about that? Now, Chris is the equivalent of Baldur, so Chris is our geriatrician. And I say, so I'm not going to change the flavour, I'm not going to change the colour, I'm not going to change from vanilla to chocolate or strawberry. But what I'll do is I'll ask the geriatrician or the registrar to go and talk to the patient about why it's important that they take their medicine. And then if the registrar for some reason doesn't think it's that important because, for example, they think the patient's overweight and they need to lose a little bit of weight, then I might even talk to Chris about talking to his registrar about the fact that they need a bit more training. And if it's really important, then I'll go along and I might even call myself professor and then the patients listen to me. But I make sure that I don't change to a different supplement. I firstly make sure that they know what it's for and what condition they have, and if they know the importance of the condition. 9 times out of 10, if that's done well, the patients will drink it and they will continue to drink it while they're in hospital. When they go home is a different story, and that's a much harder thing to do, and I don't know what yet is the best thing to do in that space. We're doing some work, but I know Olaf's done some good work in that space already. But in hospital, we've got access to medical staff, you've got access to nurse practitioners and others who can, and dietitians also. We can all do that explanation, but in Australia at least, the older people listen to their doctors. And so if they're not drinking their supplement, then the best thing to do is ask the doctor to have a chat. That's my magic pill. Thank you very much. More questions? Just one from for myself. So you I read that you are working in a Prince Charles Hospital. Is it going to change the name? Oh, yes, that's an excellent question, and no. I certainly hope not anyway. For those who get to know me over the next few years as I come over and visit every now and then, you will know that I'm a very practical person, and I think about tax. The things I think about often include
what patient experiences are like, and also what taxpayers' experiences are like. And that's why I'm very interested in values-based healthcare, because one of them is the patients, the other one is the healthcare providers, and then the populations that miss out because we're dealing with one patient in particular, and then the taxpayers. So they're all four things that make up the quadruple aim of healthcare, which equals values-based healthcare. So no, I don't think we should change to King Charles, because that would be low value for the taxpayers, and that would be money I could spend on perhaps a better menu and a better food service system in my hospital. Thank you very much. Okay, thank you. Við erum hérna 5 minútum undan áætlun, þannig ég að spá hvort við ættum samt að taka 15 minútna hlé og þá komum tilbaka, byrjum aftur 10 minútur yfir. Er það samþykkt? Takk.
Ja, velkomin aftur öll. Ég vil biðjast innilega afsökunar. Ég var greinilega svo kaffiþyrstur að ég kallaði í kaffikleja áður en öll erindi sem átti að vera fyrir kleja eru búnar, þannig að það eru við ætlum að breyta smá dagskrá og næsta erindi áhættumat út frá sjónarhóli sjúkraliða, reynslusaga frá smitsjúkdómadeild A7 og það Sara Isabella Hilmarsdóttir sem með sjúkraliði sem með þetta erindi. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Sara, byrja sem sjúkraliði A7 og gaman að sé margir sjúkraliðarna í dag. Ég með fyrirlest smá erindi varandi vinna okkar sjúkraliða. Tilbaka þess, svona. Fyrir inn á stefi betur eftir, ekki bara vikta, þannig að við sjúkraliði við höfum svo mikið meira að færa þessu málefni en bara mæla fólk og svo framvegis. En það spurning hvað við farið yfir þá. Við höfum farið yfir í sambandi við áhættumötin, við höfum farið yfir með byltuvarnir og líka með næringamöt, hvernig við getum fært okkar marki í þessu málum. Og varðandi áhættumötin, þetta mjög misjafnt hvernig þetta framkvæmt á deildum. Á sumum deildir gerir bara hjúkrunarfræðingi það, á aðra deildir þetta ekkert sambland og alls konar. En hjá okkur þetta svona samvinna. Þannig við sjúkraliði sjáum líka áhættumötun eins og maður sér, þið þekkið þetta frá skjáborðinu og við erum oft með að gera það í samstarfi með hjúkrunarfræðinginn, berum undir hvað henni finnst en yfirleitt erum við að gera það og við líka erum með það hlutverk að kenna þá nýjum. Við erum mikið með hjúkrunarnema okkar deild í sjúkraliðastöðu, þannig okkur finnst það svolítið svona gaman að fá að kenna þeim líka verklag sem þau eru að læra í skólanum, að sjá þetta í praktíkin. En auðvitað líka mikið átt að kenna þau sjúkraliða sem kom í verknámi, í starfsnámi og svo framvegis. Og varðandi áhættumötin, þá auðvitað byltumat og þrýstingsvaramat auðvitað það sem svona, maður vil fyrst grípa. Og oft bráðmóttakan búin að gera jafnvel áhættumat varðandi byltur og þrýstingsvar áður koma upp á deildin til okkar. En annars einum við að gera það bara sem fyrst. Svo gerum við næringamatið innan við sólarhring og ég kem inn á beta eftir seinna af hverju við gerum það. Svo erum við að prófa nýtt okkar deild. Við fengum lána held ég frá A4 hugmyndum að hafa vaktstjóri sjúkraliða. Þannig að við ekki bara með hjúkrunarfræðing sem vaktstjóri, heldur líka sjúkralið og þau vinna saman. Og eitt af verkefnin vaktstjóra sjúkraliða, þetta þá bæði morgun og kvöldvaktir, að fylgjast með áhættumötin, skoða skjáborðinu, eitthvað sem vantar, geti búið fram aðstoð við að framkvæma áhættumatið eða minna á. Það getur auðvitað gleymst, sumir kunna það ekki, getum við kennt þeim hvernig á að gera áhættumatið sem dæmi. En við höfum líka að fylgjast með hvernig okkur gengur og einn hjúkrunarfræðingur deildin okkar, hún tók saman með hjálpi Power hvernig okkur gengur að gera áhættumötin. Og ég ætla bara að segja strax við erum ekki fullkomin. Eins og við sjáum þá erum við ekki nóg góð að gera dós í óráðsmatið. En samt getum að séð að við bætum okkur í áhættumötin í byltu og þrýstingsár yfir sumar. Þetta bara núna í sumar. Frá maí til ég held að þetta sé gert meðan júli, seinni könnunin. Og líka hjúkrunargreiningarna veru nákvæmari og meðferðin og svo framvegis. En þá koma annað atriði sem mér langar að tala og það sambandi við byltuhættur. Það annars auðveldur núna að gera byltumat út af því að við gerum klínist mat. Að því við erum fagfólk, við kunnum, við höfum innsæi, við höfum þekkinguna að við komum auga á einstakling í byltuhættu eða mikilli byltuhættu. Og við getum gert það þá maður finnur það oftast mjög fljótlega. Og þá merkjum við að það sést á skjáborðinu, samræðum við hjúkrunarfræðinginn að gera hjúkrunargreining, hjúkrunarmeðferð og svo framvegis. En líka gert það praktíska, til dæmis að merkja við inngang við dýrastafinn að bylta þessi litli appelsínugulu spjaldin eins og við þekkir með kallin sem að detta, setja það á hurðin. Það hjálpar mjög mikið, við erum með hlaupara, kannski
sjúkraliði frá annað teimi að svara bjöllu og þá sjá þeir strax, já, hérna einhvern í bylgjuhættu, ég þarf kannski ekki fara aðeins varlega með að hjálpa þeim á salerni eða eitthvað svoleiðis. Svo erum að hugsa öryggisinnlitin. Við gerum það líka við sjúkraliða. Við gerum þetta á 2 vegum. Við getum bæði gert það með því að bara merkja á skjáborðinu, smella inn á öryggisinnlitið. Við þurfum líka að fylgjast með að það virkar ennþá. Stundum það bráðamóttækinn búin að setja upp öryggisinnlit en það kannski virkar ekki alveg fyrirmælin að það kemur ekki inn á skjáborðið, þá þurfum við að laga það, gera lokið og aftur setja nýtt öryggisinnlit. Og ef sjúklingurinn í mikilli bylgjuhættu þá þurfum við að hafa klukkutíma fresti eins og þið þekkið. Við erum að prófa eitt líka nýtt okkar deild, við erum með síma með hvert teimi, við erum með 3-4 teimi eftir hversu vel mönnum gengur og hvert teimi þá með síma með app frá Landspítalanum þar sem við getum skráð okkur inn með okkar netfang og þannig sem getum þá skanna, tekið mynd af armbandsjúklings með strikamerki og þá kemur upp spurningalisti bæði fyrir í byrjun vaktar og líka þegar líður á vaktinni. Svona checklisti sem við getum nota í öryggisinnlit. Ég persónulega finnst mjög þægilegt að nota það en ég klára hreinskilin, stundum get ég það ekki af því að það bara of mikið að gera. Við þekkjum öll hérna, ef það vakt, það sem bara slökkvelda, þá því miðlendir öryggisinnlit á hakanum. En svo líka mikilvægt að upplýsa á fræðasjúkling. Að segja sjúklingin beint, þú ert í bylgjuhættu. Þetta ekkert feimnismál. Það skrítið að fólk sem dettur, við líka, við skömmumst okkar þegar við dettum. Finnst það bara mjög vandrarlega stendur upp allt í lagi við mig. Þannig liði líka eldra fólkið. En við getum dreigja aðeins úr að það sé vandrarlegt með því bara að segja, veistu, okkar mati að þú ert í bylgjuhættu. Bara tala opið það, útskýra af hverju ég vil, að þú hringir að bjölluna og bíður eftir mér áður þú fer af stað. Að hafa þetta samtal með sjúklingin. Og spurning hvernig okkur gengur. Núna kemur svona smá vandrarlega afhjúpun. Við á A7, við erum með hæsta bylgjutíðnin á Landspítalanum. Meðaltali 11 bylgjur á mánuði, sem þetta alls ekki gott. Hérna fyrir ofan erum með, þetta ekki bylgjurnar, þetta hérna Rafaela ummunarþyngdin á deildinni sem mælt. Og þetta núna í ár, yfir sumarið. Þessi græni kassar eru sem sagt þegar við erum velmönnuð, rautt þegar of mikið hjúkrunarþyngd og gult þetta þar á milli. Og þið sjáum í maí mikið hjúkrunarþyngd og hérna sjáum við bylgjurnar 15,3. En eins og í júni þá kemur sumarstarfsfólk inn og við vorum mjög heppin í sumar. Við fengum ótrúlega mikið af hjúkrunarnemum, læknanemum sem gat aðstoða okkur og við vorum stundum ofmönnuð. Og það áhugaverða eftir, við erum vel mönnuð og hjúkrunarþyngdin léttist, þá er bylgjurnar 3,5. Og það fer aðeins upp aftur, en það samt heldur sig aðeins niðri þegar við erum vel mönnuð þangað til og ágúst þegar veikindabylgjan kemur sem ennþá pínu í gangi. En við sjáum svolítið sterk tengsl milli bylgjurnar og hversu vel við erum mönnuð á deildinni. En þá er það þriðja atriði sem mig langar að tala og það er sambandi við næring. Við erum búin að heyra svo frábær fyrirlestur rétt og undan hvað mikilvægt það er að borða prótín og þarna höfum við sjúkraliða kannski líka við höfum þessi nánu tengsl við sjúklingin. Þarna getum við notfært okkar stöðu í að bæta næringainntak sjúklings og líka þekkingu. Mér finnst áhugavert að sjá hvað sjúklingar vita lítið stundum og okkur langar að laga það. Ég teki eftir eins og hérna flesti okkar eldri kynslóð sjúklinga, þau veit ekki að það er mikilvægt að borða prótín, hafi ekki hugmynd það. Að borða brauðsneið í kvöldmat er bara mjög fín máltíð finnst þau. Sérstaklega þau kannski eru ein, nenni ekki elda lengur, en við vitum auðvitað að það er ekki nóg. Margir sjúklingar veit ekki að það hægt að breyta morgunmatinn, sumi hatar hafragraut í morgunmat og borða þá ekki hafragrautinn, veit ekki að maður fengi abimjólk í staðinn, bara sem dæmi. Að það hægt að útfæra næringadrykki, til dæmis. Margir vita heldur ekki að það hægt
að það má koma mat að heiman. Núna maturinn til spítalann, hann næringaríkur og það reynt að gera bestu getur maturinn góður með að það svo stór fjöldi skammta sem þarf að elda hverjum degi. En við verðum ekki sár ef við langar ekki borða spítalanmatinn. Það má segja, þú mátt biðja fólkið að koma með mat, við erum með flottan ísskáp og svo framvegis. Margir sjúklingar vita ekki að maður getur fengið lyf við ógleði, haldið bara já, ef maður ógla þá má ekki að borða, punktur. Vita kannski ekki að ef ég borða þá kannski minnkar ógleðin. Kannski einhver lyf sem veldur ógleðin eða einhver annað sýkingu. Og marga sjúklingar hafa ekki hugmyndum þegar við setjum upp mataskrá á vegginn eða vökvaskrá og við byrjum að fylla það út. Þau eru ekki að fylgjast með því, þau hafa ekki hugmyndum hvað þetta er. Og þegar maður spyr, veistu hvað þetta er? Þá segja þau bara, nei, engin hugmynd. Þannig við viljum hafa sjúklinginn með í meðferðinni. Þau ekki vera bara bíða eftir að fá meðferð, þau vera með í meðferðinni. Og við sjúkralega getum þarna vera að virkja sjúklingan í því. Og þá hvernig? Þetta er alls konar hægt að gera og ég held að þið líka með fullt af frábærum hugmyndum líka. Mér finnst gott að byrja bara við innlögn. Þegar sjúklingin kemur, við erum oft vön að byrja að mæla lífsmörkin, merkja sjúklingin rétt, setja dótinn í skáp og svo framvegis. Það er gott að byrja bara að bjóða með vasklas ef þau eru ekki fastandi, spyrja hvernig varst þú að borða síðast, langaði eitthvað að borða, ertu svöng? Líka mjög fljótlega að segja frá sjúklinga í skápinn, af því að það er ekki allir sem vita því að segja að þeir langa að geyma eitthvað ísskáp, eitthvað snarl, eitthvað varamatur, ef maturinn er ekki góð hér, bara að gera, útskýra hvað limmarnir, hvernig hægt að merkja og ef aðstandandi kemur með sjúkling við innlögn, það er þetta að gera að líka virkja aðstandandi með, að segja aðstandandi, það er mjög fínt að þú kemur með mathandaðin. Bara sem dæmi, daginn með sjúkling sem var ekki búin að borða í 3 daga eiginlega, nema að sötra einhver næringadrykki og sagði allt í einu þegar aðstandandi var hjá að þeim langaði svo í Dominos pítsu. Og ég var að segja já, getur ekki svona heimta það svolítið og horfir á dóttinni sem er heimsókn og dóttin bara er ekki að tengja. Ég þarf að segja beint við hana, ég held að mamma þín langar í pítsu og hún bara, má hún borða pítsu? Hún er ekki búin að borða í 3 daga, ekki betur hún borða þá pítsuna frekar en ekkert, bara til að virkja matalistin. En maður þarf að virkja líka aðstandum með að koma, ég held að þeim langar eitthvað gott að heiman, veistu hvað þeim finnst gott, hvað er uppáhaldsmaturinn þeirra, bara sem dæmi. Svo kemur að vigta og næringamat og mér finnst mjög gaman að vigta sjúklinga, ekki af því að vigtunin sjálf heldur þarna er svo frábært tækifæri fyrir mig að ræða við sjúklingin næringu. Að við mögum vera að vigta fólk, þau fara að vigta einhvern þessu stóla standandi og svo segja þau rosa stolt, ég er búin að létta sem 3 kíló og við fyrir bara, nei, þetta er ekki þannig sem það virkar. Við viljum ekki að þau léttist hjá okkur og við þurfum að útskýra af hverju. Að segja, veist þú að þegar þú ert að léttast þá ert að missa vöðvarnir. Þetta er engin fita að fara hérna sko. Þú hreyfir þig minna, þú borðar minna, ef þú grennist eða léttist á spítala þá er ekki neinn fita að fara hjá þér, það er bara vöðvarnir og það viljum við alls ekki. Að hafa þetta samtal og ef þeim eru með lystarleysi, ef það er eitthvað sem gerir það verkum að þeir nærist ekki nóg vel, að spyrja út í af hverju. Er það eitthvað sem truflar, eitthvað sérstakt? Getum við fundið einhverju lausn? Getum við komið til móts? Til dæmis að hvetja þeim að borða lítið er betra en ekkert. Og ef þeir langa ekki að borða, að reyna að líta á eins og hann líka, Jack Bell benda á, líta á matinn sem lyf. Næringadrykkinn er líka lyf. Og hann af hverju að drekka næringadrykk til dæmis. Og til dæmis hægt að setja næringadrykkinn í klaka, í glas, miklu meira skemmtilegt að drekka hann þannig. Mér finnst yfirleitt mín tilfinning að þau eru líkleg til að drekka, að þau líka að standa pínu yfir að drekka drykkinn, ekki bara skilja eftir á borð, vera vissum að hann skila sér, ekki bara skrifa í sögnu þau fengu næringadrykk og svo var hann ekki drukkinn. Það hjálpaði ekki neitt. Bregðast við ógleði líka, að tala við hjúkrunarfræðinginn. Ég teki eftir að þessum sjúklingi á þessari stofu borðar ekki vegna ógleði. Getum við gefum eitthvað við ógleðina, kannski klukktíma fyrir mat, kannski líklega þau borða eitthvað, kannski er einhver lyf, kannski er sýkingu eitthvað að valda ógleðina. Getum við gert eitthvað til að lagfæra. En svona til að taka saman, þannig að
að áhættumötin er samvinna á deildinni, að mikilvægt að þjálfa nýjum í þessu, að það er með sterk tenging milli byltuvarnir og mönnun og hann auðvitað næringin auðvitað mikilvægt atriði líka. Og við viljum ekki bara sjúklingin nærist, við viljum að þau sé með okkur, við viljum fræða, við viljum virkja sjúklingin, virkja aðstandendur sérstaklega. Þannig að við getum stuðlað svona meðferð sem við vinnum saman frekar en að þau sé bara að þiggja frá okkur. En já, það er búin í bili, takk fyrir. Og ég er bara mjög spennt fyrir spurninga. Já, takk fyrir Sara og það er ef einhver vil spyrja, það er svona mikrofón sem við getum sendt til ykkar. Eru spurningar? Já. Ég hendi fyrir mig. Ætlar þú að tala svona hátt, Berglind? Ok, takk kærlega fyrir... Ok, takk kærlega fyrir frábæran fyrirlestur. Sara, ég er náttúrulega bæjast að því að vinna með þér. En mér langar svo bara að heyra því að þú talar að þetta sé samvinna. Er sjúkraliðarnir meira að taka þessi verkefni yfir eða hver er tilfinningin þín í þessu? Og líka upp á að gera áhættumötin, erum við að bregðast við niðurstöðunum? Ertu með skoðanir á því? Mér finnst það rosalega mismunandi eftir hverju að vinna við. En mér finnst að það gengur betur samvinnan, en ég er alveg sammála, mér finnst kannski að það ætti að vera meiri viðbrögð við niðurstöðum. Og þarna er líka því miður aftur að fara í það að við erum undirmönnuð. Það er mjög margt sem mér langar til að gera á deildinni, en ég mæti á vakt og ég hef ekki svona tíma að lesa sjúklingana. Þú veist, bara núna í vikunni gerðist það og við þekkjum það öll að vinna svona vaktir. En já, það væri gaman að bregðast betur við undirnæringu, ég myndi vilja sitja hjá fólki meðan þau borða, þau sem borða illa. Ég hef ekki haft tíma til það einu sinni að sitja meðan spjalla og það er ótrúlegt að sjá að þau borða betur. Eða tala við ættingjana, mér finnst mjög gaman þegar ættingjana komi heimsókn á kvöldmatatíma og þau bara, maturinn kemur þá ætla þau bara að fara og ég bara, nei, þú mátt gjarnan sitja áfram, please verði hérna. Af því það er miklu með líkur að þau borði, þau hafa einhvern að tala með á meðan þau að borða, bara sem dæmi. Takk fyrir mjög gott erindi. Ég heiti Sigrún Sunna. Sæl. Komdu sæl. Ég fór að velta fyrir mig, þú varst að tala og þú ert að tala núna matatímana. Nú eru heimsóknartímar á deildum, oft ekki á meðan að matatímar eru. Heldur að þetta myndi skipta sköpum fyrir okkur ef við myndum opna heimsóknartímana meira á spítálunum þannig að ættingjar sæju að þeir væru velkomnir? Það er heimsóknartími á kvöldmatatíminn. Þannig þarna geta þau verið til staðar. Við erum líka á okkar deild, við gefum undanþágu við sérstök tilfelli. Þannig að það fer svolítið eftir tilfellin af því að við erum líka í vandræðum að ættingjar er allt of mikið. Þú veist að þeir trufli meðferð, við erum líka lent í því. En ef sjúklingin er að glíma við mikla vannæringu og þetta myndi hjálpa, þá myndi ég hiklaust ræða við vaktstjóra hjúkrunarfræðings það geti þessi sjúkling fengið undanþágu. Við gerum undanþágu fyrir óráð, mjög oft ef sjúklingu óráð, þá bara please ættingja verið hérna hjá okkur. Það hjálpa okkur rosalega mikið. Allir maður þangað til við getum pantað yfirsitu og svoleiðis. Og sama gildi auðvitað þetta, getum að fengi kannski undantekningu á að einhvern getur komið. Ég myndi komið til hana, svo kemur bara ljós hvort það er viðeigandi í þetta skiptið ekki. Takk fyrir, við fórum að halda áfram. Jú. Takk. Og já. Næsta dagskrá vinnustofa raunhæf verkefni framkvæmd skimunar fyrir næringarástand og hver er að stjórna því? Það er Áróra, já. Að kynna það er Áróra Rós Ingadóttir sem deildarstjóri Næringarstofu Landspítala. Komið sæl og Olla ætla nú að vera með mér líka hérna, er það ekki? Hún er prófessor við matal- og næringafræðideild og við ætlum að prófa svona smá nýtt. Þið með taka upp síman ykkar. Þetta heyri ekki oft. Takk ég myndir af okkur, nei. Það er að sjá. Allar. Það er að sjá. Þetta ekki færi þetta yfir. Þetta er að færa þetta yfir. Svona. Þannig að þið ætla að
taka, já, hvað við sjáum ekki, en allt í lagi. Býttu nú við, ef þú setur þetta niður, sérðu það ekki? Nei. Já, ok. Skiptir ekki. Tæknilegir örðuleikar smá. Herðu, við ætlum að hafa þetta svolítið bara svona í umræðuformi, henda fram smá spurningum. Þetta eru bæði svona opna spurningar og ég hvet ykkur til að tjá ykkur einmitt til að skapa umræðu, sumt já og nei og bara viljum hafa þetta svolítið á léttu nótunum. Allir búin að skrá sig inn. Hvernig gengur að skrá sig inn? Gengur það vel? Einhver í vandræðum? Maður bara setur bara myndavélina og þá kemur svona eins og slóð. Þessa, já það allt í lagi. Við ætlum að fara í gegnum. Allir komnir með. Sko, bættist alveg hratt og örugglega við. Já, geggja. Herðu, hvað dettur þér eða ykkur í hug þegar að þið heyrið orðið vannæring? Núna ætla ég bara að skrifa allt sem ykkur dettur í hug. Nú vona ég þetta virki hjá okkur. Ha? Já. Yes. Það sem að því stærri sem að orðin eru, því fleiri setja þau orðin. Það er greinilega alls konar sem er að koma en einmitt eins og Óla sagði að þetta eru þessi stóru orði það sem er svolítið kannski þema, þessi þyngdatap, listaleysi, vonleysi, veikindi, slappleiki. Ég sá einhvers stað svona mjög grannur, þá hefur kannski komið ykkur óvart að flestir, eins og Jack var að tala að flestir sem á Vesturlöndum sem eru vannærðir, þeir eru bara í venjulegri þyngd og jafnvel í offeitir. Þannig að það er vannæring sést í öllum líkamum. Já, það var hérna. Ég held þetta. Allir búin að skrifa eitthvað? Já. Flott. Það er 42 og 52 sem hafa skrifað eitthvað. Það var farið yfir í næstu. Samkvæmt rannsóknum sem við höfum verið að framkoma hérna á Landspítalanum, hvert haldið að hlutfall þeirra sem eru í áhættu af vannæringu sé hér hjá okkur? Ég er alltaf að herma bara eftir þessu. Ok. Svolítið breitt bil. Já. Landspítalinn líka þjónar svo stórum hóp. Og það sem við höfum séð í þessum rannsóknum sem við höfum verið að framkvæma er að þetta er ákveðið bil og þetta fer svolítið líka eftir einmitt sjúklingahópnum og þannig sem að tíðnin getur verið þetta svolítið mismunandi. En gamla fólkið okkar, sem fyrir ekki? Á legudeildum. Á legudeildum. Já, rétt.
En gamla fólki okkar sem við erum að horfa á varðandi byltahættu, það er 60% líkur á að það sé alvarlega vannært. Ok. Sjá. Eru líkur á vannæringu aldraðra svo sama á Landspítala og á öðrum vestrænum sjúkrahúsum? Hann er alveg afgerandi að detta í já. Jack vitnaði í að í Ástralíu er þriðjungur eða 30% aldraðra sem er vannærður á eldrandeildum, 60% hjá okkur og Svíþjóð hefur náð allt niður í 17%. Þannig að 60 með sterkar líkur, með miklar og sterkar líkur, já. En bara sterkar, hvað er það? Það var hlutfalli. Það er með greiningu. Ha. Það er með greiningu. Já. En það er sambarilegt þegar það er skimunin. Ég nefnilega líka hefði giskað á já sjálf. Ég hefði hugsað já, þetta er örugglega bara svipað, en þetta er þetta mismunandi, það er mismunandi milli landa og en þannig erum við að tala aldraða sem eru þá inniliggjandi. Já. Við höfum rými til bætingar. Já. Og þau komu náttúrulega mjög veika inn og við höfum séð að það er vannæring líka heima hjá eldra fólki og þetta er bara ekki besti staðurinn til þess að næra sig upp. Þú kemur hérna inn veikur, þetta er ekki lúxushótel þar sem að við getum sinnt næringu mjög vel þó við viljum það og leggjum okkur verulega fram. En fólk er veikt og ég meina þið getur bara svara fyrir ykkur sjálf. Ef að þið eru veik, erum við verki. Það er ekki að borða kannski draumurinn. En gildir þetta komuskímun líka, það sem við leggst inn? Já, það er náttúrulega að skima. Þetta er náttúrulega, skimun er bara gerð helst 48 tíma eftir að þú kemur inn og síðan vikulega. Já, þetta fyrir að það er í rauninni kannski, þú veist, já, það er það eins og þú nefnir, þetta er mest, það skýrist það að það sé hvað vannæringin kannski algengt í samfélaginu, þú veist, versus það eða líka hefur kannski eitthvað að gera með það hver er lengist það sjúkrahús. Það er að kannski, þú veist, ára löndum þegar þessi kannski 90% svona bed occupants, þú veist, það er alltaf laust rúm og eitthvað svona. Kannski er minna veikt fólk sem er að, þú veist, sem leggst inn. Þannig að þetta er antalega svolítið... Það liggur ekki svona rosalega lengi. Þannig að það er auðvitað að skýra það út. Já, og ekki kannski, margir fara líka fljótar af hjúkrunarheimili, þannig að... Það er svona úrræði. Já. En þetta er mjög áhugavert. Á ekki að vera munur, en það er mjög. Já. Herðu, hér erum við með spurningu aðeins út í skimunarblaðið. Á að skima alla inniliggjandi sjúklinga fyrir áhættu á vannæringu? Já, alla sjúklinga 24-48 klukkustundum eftir innlegg. Já, nema þá sem eru undir 18 ára. Já, nema þá sem eru í offitu. Nei, eingöngu þá sem eru líklegir til að vera vannærðir. Já, svona þess að teka inn. Hér er líka meiri hlutin sem er að svara þessu rétt.
Það var smá trikki question að skrifa hérna já nema þá sem eru undir 18 ára. Af því vissulega er þetta eyðublað, það er ætlað einstaklingum sem eru eldri en 18 ára. En það er til sérstakt skimunarblað sem við nota á barnadeildinni. Eru börnin skimun? Það er verið að skima núna. Það er hérna frekar vel, Ingeborg, þú kannski ert með töluna. Já, það bara verið mest mjög góð. Já. Það er bara búið að skima mjög vel og þau eru rosa dugleg. Rosa dugleg. Þessi 9% mikil hætta, var það ekki? Minni það. Já. Hörðu, svo erum við hérna með hana Margréti sem er hérna 73 ára og hún er inniliggjandi á Landakoti. Nú sé ég náttúrulega ekki það sem ég er búin að skrifa undir. Ok, hún er allavega, já, 73 ára inniliggjandi. Hún er 1,64 á hæð og hún er 48 kíló, BMI er 17,8 og þyngdartap er 5 kíló á 1 mánuð, það er 9,4%. Hvað fær Margrét mörg stig úr fyrstu spurningum næringamatsins? Það eru nokkur næringamatmöt á blöðir, eyðublöðin á borðinu að þetta sést svolítið illa. Fyrstu spurningum? Þessum fyrstu spurningum. Þannig að hún gæti fengið 0 upp í 8 stig. Það áttu við fyrstu tveimur spurningum? Já, bara þessum fyrstu tveimur hér. Spurningum varðandi hérna BMI og svo spurningum varðandi ósjálfrátt þyngdartap undanfarið. Já, meiri 5% síðastliðin mánuð eða meiri en 10% þyngdartap síðastliðina 6 mánuði. Ertu með tölvun? Það er náðu tölvun. Bara upp að þú sjáir það sem þú varst búin að leggja upp með. Því ég sá ekki textan Ég er undir. að spá í sko. Já, þannig er þetta aðeins smá breytileiki. Það er hægt að reikna BMI með því að snúa við blaðinu og þá sjáum við hæð og þyngd. Ha? Já, já. Hvað gerist þegar þú ýtir á næsta? Hvað gerist þegar þú ýtir á næsta? Það er bara enter. Ekkert. Nei, herðu, maður já. Ætla að prófa þetta? Nei, ok. Herðu, ok, rétta svarið er sem sagt 8 stig í þessu tilfelli. Og komum á hérna bara næstu glæru. Ég ætla að sjá hvort við getum ekki... Get líka bara eitt þessu hérna, á þessu. Hérna? Já. Ég sé ekki svona til hliðar. Er eitthvað sem ætlar að spyrja hvernig við fengum þessi 8 stig? Já, þú ert komið tilbaka. Já, ok. Hér er opin spurning sem ég hvet ykkur til að skrifa inn í.
væri niðurstaðan, hún fekk 8 stig, hún var með ósjálfrátt þyngdartap undanfarið og hún var með BMI undir 18,5. Væri niðurstaðan önnur ef að Margrét væri mjög bjúguð og hún væri á þvagræsislyfjum? Væri þá niðurstaðan önnur? Sjáum við? Ég skil ekki alveg spurninguna. Bara ótrúlega léleg nemandinn hérna aftast. Nei, bara rétt í pönt og spurði, nei. Hérna, já, hún skorar bara fyrstu 2 spurningana. Alveg svo, hún var í raun og veru, hún var þannig með BMI, hún var 48 kíló, með BMI 17,8 eða eitthvað svo leis og svo var hún búin að vera léttast. Hún fær 4 stig fyrir að vera undir. Já. Hún fær 4 stig líka fyrir hitt. Fyrir hitt, já. Það er eitthvað svo ástandsamlega, hún þarf alltaf bjú. Er hún á sama þingur? Nei, ef að þetta bara sama Margrét væri mjög bjúguð og hún væri á þvagræsislyfjum. Með sömu upplýsingar. Með sömu upplýsingar. Og þá stendur spurningin, hvað stendur þarna í fyrstu spurningunni? Vitum við hvað þyngdin segir okkur? Þetta er smá svona einmitt hérna, það segja nú margir já, hérna BMI myndi breytast, nei, fær sömu stig, held það hún væri þyngri, sko, já, þetta veltaði fyrir sig, hún væri mögulega þyngri og væri hún að léttast af því þetta er ósjálfrátt þyngdartap eða er hún að léttast af því að það er verið að reyna að þvagræsa hana, af því hún er bjúguð. Þannig að þetta er allt líka svona spurningar sem oft getur verið erfitt að meta þetta. Og þá myndum hann haka í... Það stendur ósjálfrátt þyngdartap listanum, þannig að þetta bjú og þvagræsi frábæst ekki undir það. Nei, akkurat. Þá myndir það fá 2 stig af því við vitum það ekki, staðan fyrir 4. Ég held það nefnilega, já. En eru allir hinum ekki? Nei. Maður sér það ofta að þegar fólk er að byrja bjó og þá er sagt bara nei, í staðan fyrir ég veit það ekki. Hvað segir það? Þegar fólk byrjar á þvagræsislyfjum og það er þyngdartap og út af lyfjónum, en þú veist svo sem ekkert hvað gerist annað, þannig að þá er oft haka við nei, ekkert þyngdartap, en í rauninu ætti að vera ég veit það ekki. Og svo er líka hægt að skoða þetta ef Margrét var 65 kíló fyrir 2 árum og og svo kom að spítala 85 einhvern veginn og svo aftur, þú veist, fór niður í 75 eitthvað svona, það veit maður að þetta sé líklegast bjúgur, sko, ef hún var andalega... Svo oft þyngdina, það er vandinn. Herði, all right. Hér erum við með aftur Margréti, en hún er búin að þyngjast 14 kíló. Hún er 14 kíló þyngri en hérna í fyrra dæminu og hún er með BMI 23. Hvað fengi hún núna úr fyrstu spurningunum? Alveg svo áðan, varðandi BMI.
Svo einn sem að svara. En það voru miklu þingra. Svo við, auðvitað ég sé að sumir eru að handreikna þetta, auðvitað er þetta töluvert einfaldara þegar maður er að gera þetta í gegnum sjúkrasögu eða heilsugátt þar sem að það er verið að reikna þetta fyrir okkur og sem er náttúrulega mjög þægilegra. Það er ágætt að prófa að skoða hvað þetta þýðir allt saman. Ok, þarna eru flestir að skrifa 4 stig sem er rétta svarið. Hún er í raun og fær 0 stig og nær á fyrstu spurningunni og svo er hún að fá þannig 4 stig í seinni partinum, í spurningu 2, varðandi ósagt þyngdartap. Og þetta er eitthvað sem það er bara svona ágætt að bara ræða, að það er stundum með fólk ekki að skora á BMI hlutunum. Og en hann talaði alveg þetta áðan hann Jack, að við ættum kannski ekki vera að horfa í BMI og þetta væri allt og lág við mig og svona, en það verður samt að segjast að við erum sjaldnast að nota bara BMI-ið. Við erum að nota fleiri þætti í næringarmati, þetta er heildstætt mat, varðandi matarlyst, ógleði og fleiri þætti og við höfum sýnt fram á það fyrir rannsóknum að þetta niðurstöður úr þessu næringarmati, ef þú ert með sterkar líkur á vannæringu, það eru sterk tengsl við vannæringu hjá ákveðnum hópi sem við höfum skoðað. En það eru þetta heildstætt mat, það er ekki bara BMI. Ok. Þá erum við komin í næstu spurningunu. Hún hefur upplifað ógleði og lystarleysi en hún hefur ekki verið að kasta upp. Hún er með lausan góm og erfitt með að tyggja. Hægðir eru eðlilegar. Og hér er í raun og veru gefið 1 stig fyrir hvert já sem svarar. Og þið munið að Margrét er 73 ára. Já, 73 ára. Eitt stig fyrir hvert? Já, fyrir hvert já. Ok. Einhverjir að svara ennþá. Hvað svariði í fyrstu 4a? Segið já eða nei þar? Nei. En daglegur niðurgangur? Nei. Viðvarandi léleg matarlyst eða ógleði? Já. Erfiðleikar við að tyggja eða kyngja eða tyggja? Þannig að þú fær 3 stig. Já. Þannig að flestir með þetta rétt. Herðu, hversu sammála ertu þessum fullyrðingum við Margréti? Hún er með sterkar líkur á vannæringu, 5 stig, og er því með auknar líkur á byltu. Hún er með sterkar líkur á vannæringu, meira en 5 stig eða meira, en það tengist ekki byltuhættu. Hún er með ólíklega í byltuhættu þar sem hún nærist vel.
Já, hvað segið þið? Hvað er rétta svarið? Efsta? Og hér erum við með opna spurningu. Skiptir lengd sjúkrahúslegu máli fyrir næringar ástand? Það að liggja lengi inni, hefur það einhver áhrif á næringar ástand? Ég held að sé allir bara samhljóða hér. Allir samhljóða. Flott. Við erum öll sammála hér. Þá komum við að næstu spurningu. Spurningu 7 á næringamatinu. Það er einstaklingur 5 stig til viðbótar ef innlögnin er vegna vannaringar. En þá erum við að velta fyrir okkur, erum við nógu duglega að nota þennan svarmöguleika? Eða eigum við kannski að fara sparlega með hann? Hvað er ykkar skoðun á því? Erum við að nota þennan svarmöguleika nægilega oft eða erum við að fara sparlega með hann eða eigum við að fara sparlega með hann? Það er svona spurning. Erum við nógu dugleg að nota þennan svarmöguleika? Skulum bara hafa svoleiðis. Er algengt að einstaklingar leggist inn vegna vannaringar? Á þessari... Það sér samt einhverja ástæðu, einhverja sjúkdómsástæðu og vannaring. Eða mjög sjaldan. Sem er bara vannaring. Já. Oft einhver svona hlutir sem að vera næristílla, slappleiki, mæði, eitthvað svona. Í innlagnar ástæðu þá sér nánast alltaf vannaring. Nei. Einu Það er alveg, eins og við sjáum hérna á listanum hérna til hliðar, þetta er allt ICD-10 greiningar á vannaringu. En eigum við greiningu á vannaring? Já, hún er hérna. Það er E43 eða E46, það er efsta bara. Og það er verið að yfirfara hérna út frá þessum GLIM, þegar GLIM eru sem sagt alþjóðleg greiningaviðmið fyrir vannaringu og það er verið að yfirfæra sem sagt þessi viðmið þannig að þau tali saman við þessi ECD greiningarviðmið líka, þessast greiningar. Þannig að kannski verður þetta svolítið auðveldara í framtíðinni. En svo er líka alveg alveg nota ósparlega slappleiki eða versnun á sjúkdómsástandi. En af hverju er fólk slappara og versnun? Er það af því að það er næstum? Já. Er það því raunverulega innlagnar ástæða vannaring? Getur verið. Algjörlega. Já, endilega. Hefur einhver skoðað hversu margir af þeim sem, ég skal tala í þetta. Hefur einhver skoðað hversu margir af þeim sem að fá skimun að vera í mikilli áhættu á vannaringu eða bara hreinlega vannærðurinn á spítala, fá læknisfræðigreininguna líka í sömu legu? Jú, það var gert í Home Food. Og af þeim sem voru síðan endanlega greindir sem annarkvort voru skimar í verulega áhættu að vera vannærðir eða síðan greindir samkvæmt næringarviðmiðinu að vera vannærðir, bara segja ykkur það að það var enginn með læknisfræðilega greiningu að vera vannærður. Herðu, höldum áfram. Þetta er stutt eftir. Herðu, hver af þessum einstaklingum er vannærður? Nú eiga velja einstakling. Já,
bara vel ég það bara Ég held að þessu sem eru rúmist komið í Þetta var líka smá svona trikki af því að hérna, þú veist, eins og við vitum að það sérstaklega alltaf utan á hverjum hver vannarður og hérna fólk getur verið mismunandi holdum, það getur verið mismunandi ástæður fyrir vannaringu og hérna þannig að þetta bara, ég reyndar áttu voðalega erfitt með að finna því ég var að googla vannarður einstaklingur að það komu eiginlega alltaf bara svona mjög grannir, mjög hrumir veikir einstaklingar upp sko en það hérna, en auðvitað getur fólk sem er í ofþyngd getur verið brosandi upp í rúmi, getur vissulega líka verið vannart. Þannig að rétta svari er allir þessi einstaklingar. Já, það gæti ekki valið allir. Nei, ég veit það. Herðu, hérna erum við að spyrja hvaða atriði teljið þið vera mikilvægust í meðferð við vannaringu? Er það næringadrykkir daglega, orku- og próteinríkt fæði, orku- og próteinríkt fæði og næringadrykkir? Vigta daglega, vigta vikulega, hvað teljið vera svona mikilvægast í þessu? Þið eru sammála, það er gott. Þetta er eins og Eurovision, þetta er svo spennandi hvernig Já. Já. Þessir þættir náttúrulega geta allir verið mikilvægir, kannski ekki vigta daglega alveg, en við erum greinilega sammála að gefa einstaklingnum orku- og próteinríkt fæði og næringadrykki daglega. Svo er það þá síðasta. Hvað dettur þér eða ykkur í hug þegar þú hugsar byltuvarnir? Og þannig erum við aftur að búa til svona orðaský. Já. Nú er ég bara forvitin, hvað er þetta kúmea? Hvað er það? Rafrænt vöktunarkerfi. Já, ok. Samvinna, fræðsla, næring, örygginnlit, góð næring, kúmea og hjálpartæki. Það er síman okkar. Mér þykir mjög vænt að sjá hérna samvinna. Því ég held að það sé enginn einn sem getur reddað þessu. Ég held að við þurfum öll að vinna þessu saman. Herðu, glæsilegt. Þá er þetta bara komið og ég vona að þetta hafi skapað smá umræðu og þið hafi haft gagn og gaman af þessu.
En ég held að við þurfum að halda áfram, það ekki rétt, fundarstjóri. Takk hérlega fyrir og einhver spurningar komend við eigum þetta 2 mínútur eða nei, þá Má ég spyrja þetta? Já, endilega. Hefur eitthvað verið spáð í að auka tegundir af millimáli? Ég bara hugsa þannig að fólk geti fengið til dæmis tíakraut eða skyr eða eitthvað svona í staðinn fyrir kökur á miðum degi eða eitthvað slíkt. Það segir Fríða. Það segir þið alls. Já. Það náttúrulega ýmislegt í boði. Já, við í veitingaþjónustunni heyrið í mér. Það heyrist eins og sé ekki í gangi. Já, ég heiti Fríða Rún, ég kem frá veitingaþjónustunni. Ég held að þetta sé eiginlega bara einn stærsta spurning dagsins því að við kannski ráðum ekki alveg hvað í boði í bítibúrunum en við náttúrulega erum að senda eða höfum í boði bæði náttúrulega skyr og alls konar næringadrykki pluss það sem að kemur frá apótekinu en við erum ekki farin að horfa kannski á tíagrauta eða þess áttar og þetta náttúrulega bara eins og ég segi stór spurning, þetta snýst náttúrulega fjármagn og hvað á að vera í boði á hverjum stað. Þannig að við auðvitað viljum fókusa mikið bara á matinn og bæta gæði hans og bragðgæði með okkar starfsmönnum og fá náttúrulega líka bara að heyra frá starfsfólkinu á deildunum og að þeir séu mjög duglegir að fylgjast með því hvað sjúklingarnir eru að borða og að leyfa að velja eins og hægt og það auðvitað alltaf hægt að bæta við súpum og sumir eru mikið fyrir alls konar grauta og þess áttar það eru náttúrulega hluti sem að fara í bítibúrin en það ekki eitthvað eitt svar við þessu, ég til dæmis sé ekki fyrir mér endilega kannski tíagraut en það eitthvað sem að mætti alveg skoða ef að það eitthvað sem að við vitum að sjúklingarnir myndu borða og myndu nærast vel á algjörlega en svona kannski miðað við þann hóp af sjúklingum sem svona stærsti hópurinn okkar þá erum við kannski að horfa svolítið mikið til þess hvað þetta fólk vant að borða og og ég mjög ánægð að sjá það sem að Sara talaði í sambandi við mat að heiman, ég held að það sé gríðarlega stór þáttur í þessu og ég hef einmitt rætt við Áróru og Bryndís einmitt þetta hvernig viljum við ekki bara reyna að kynna þetta svolítið betur hjá okkur að við mælumst til þess að aðstandendur komi með mat að heiman og við gefum þeim þá leiðbeiningar það hvernig eigi að meðhöndla þann mat og svona umgengni við matinn. Það eru náttúrulega ísskápar á flestum deildum og síðan það sem að við í veitingaþjónustunni hefum með þetta mikinn áhuga á að heyra bara beint frá sjúklingunum hvað þeim finnst matinn og við höfum verið að vinna með þessa könnun í sjúklingaappinu og höfum alveg fengið ábendingar sem við höfum getað brugðist við en við erum aðeins að stríða núna við smá vandamál og það eins og að sé ekki neins svörun þannig að það verður að grafast fyrir af hverju það en þeir sem hér eruð inni að þeir getur náttúrulega hjálpa okkur heilmikið með því að benda sjúklingunum aðstandendum á að það hægt að svara könnun matinn og við spyrjum hvort að fólk hafi fengið að velja og við spyrjum hitastig og þess áttar og við höfum í hyggju að bæta spurningum inn í þessa könnun til þess að fá að vita ennþá meira. Þannig að, og ég ætlaði að segja eitthvað annað sem ég man ekki alveg hvað var akkurat núna, en við allavega erum öll að vilja gerða reyna að mæta þörfum sjúklingarna þannig að þeir næri sem best því við vitum náttúrulega að matur einn besta meðferðin og einmitt að heyra í ykkur, við höfum verið að nú ég komið mikrofón, nú bara losna ekki við mig. En við erum einmitt að fara í gang með aftur þessa tengilega fundi þar sem að við bara setjum með ykkur og starfsfólkinu á deildunum, deildarstjórnum, teymistjórum, bara svona til þess að fá að heyra aðeins hvernig þið eruð að upplifa þjónustunni hjá okkur.
við erum þar líka að segja frá því sem að við erum að hugsa að gera, þannig að þetta samtal svo gríðarlega mikilvægt. Bára á mér, ég gleymi ykkur. Já, ok, takk fyrir. Takk, getum við geimt kannski fyrir alveg lokin, við höfum alveg umræðu tíma. Takk, já. Nei? Já, ok, það þarf aftur að fara inn. Næsta erindi næringarástand sjúklinga, hvert hlutverk hjúkrunar, og það dóttir Sigrún Sunna Skúladóttir, hjúkrunarfræðingur og lektor og hjúkrunarfræðideild við Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Já. Við skulum laga það. Takk fyrir. Ég bara ekki nú að minna að ég muni allt sem ég ætla að segja hverja glæru, þannig ég verði að hafa texta með. Komið í sæl, ég heiti Sigrún Sunna og eins og kom fram ég lektor í hjúkrunar- og ljósmæðradeildinni og í doktorsnáminu mínu þá skoða ég mjaðmabrót aldraðra og næringar þætti eða hluti eins og D-vitamin og kalk og fleiri þætti. Og hef sérstakann áhuga á byltum og næringu og ætla að reyna svona að tala aðeins við ykkur það, og ég veit ekki hvort ég bæti miklu við og því að við erum náttúrulega með svo mikið að sérfræðingur hérna í salnum, en þannig ég tek alveg við athugasemdum og spurningum frá okkur í erindinu. Eins og Karin byrja á þá eru tengsl á milli vannæringar og aukinna byltutíðni, og svo var Jack að ræða við okkur hversu alvarlegar afleiðingarnar eru eftir föllin. Svo var Sara að ræða við okkur áðan áhættumötin og við erum að skima, við vitum það, og við eigum að vera að skima fyrir vannæringu og deildum, en skimunin ein og sér, hún gerir mjög lítið fyrir sjúklingin. Við erum að nota íslensk skimuntækin á Landspítala sem bæði næmt og sértækt, þannig að við vitum að nota besta mögulega mælitæki sem við höfum, og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru í lykilstöðu að fylgja eftir næringarmati sjúklinga, og við megum ekki missa sjónar á því, af því að eins og ég sagði hann að skimunin sjálf hún gerir voða lítið ef við notum ekki niðurstöðurnar hennar. En eru líkurnar á því að okkar sjúklingar sé að falla ef þeir eru vannærðir? Já, það er þannig, og það er bara mjög margar rannsóknir sem hafa sýnt og hópurinn sem í byltuhættu í aukinni líku að vera vannærður líka, og það er búið að koma mjög vel inn á það hérna í dag. En við verðum sem hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar að gæta okkar á að tengja saman þær upplýsingar sem við erum að fá. Þegar búið er að skima, þá þarf einnig að skoða hluti eins og til dæmis hver er tannstatus sjúklingsins. Ef fólk með slæman tannstatus eins og þið vitið, þá þarf að bregðast við því. Og erum við að gera það? Og erum við að gera það á kerfisbundinn hátt? Erum við að meta hver er skýringin á því að þessi sjúklingur hjá okkur skimast vannærður eða í hættu að vera í vannæringu? Hvernig er maturinn borin fram? Ég hef rætt þetta ofta og mér finnst ég alltaf vera að tala sömu hlutina, sko. Og ég hef margoft rætt það, hvernig er maturinn borin fram? Og er þetta á betri vegferð hjá okkur núna en það hefur verið áður? Mig langar að deila með ykkur og tengdafaðir minn liggur þessa vikurnar á spítalinu hjá okkur. Í síðustu viku þá sagði mér að ég spyr náttúrulega alltaf hvernig er þetta að borða og hvað er þetta að borða og allt þetta, og dásalega góða matur, segir hann, og ég hellti samt súpun yfir mig síðustu viku og ég sagði já, og hvað gerist? Já, þær þurftu náttúrulega að skipta öllu rúminu, þannig ég hef ekkert verið að borða súpuna núna. Og þetta er því miður staðreynd
alveg sama hvað við skimum vel og hvað við erum að gera. Ef við erum ekki að hjálpa fólkinu okkar að opna dallana, það myndast oft vakúm eins og allir hérna inni vita þegar súpan heitt í skálinni og það flókið að opna þetta. Hann ekkert sérstaklega hrumur, alls ekki, sko, hann býr heima og bara frekar sjálfberg og fer með mér í ferðalög á sumrin. Þannig að þið vitið, það held ég þessi atriði sem þröskuldurinn á því að við séum að ná að vinna með þetta. Og þegar ég var að undirbúa fyrirlestur, þá datt mér í hug þessi frasi að mælitæki það má ekki blinda hið klíníska auga. Það að segja, ok, við skimum einhvern mannærðan, en við svo sem klínikar að vinna með það áfram, fattiði mig, að því að stundum allavega þegar ég að vinna á spítala, þá ég ofta að tikka í box. Ég að klára allt sem ég á að gera til þess að ég geti hlaupið hraðar, gert meira. Og ég var svolítið svona að hugsa yfir þessu þegar ég var að skoða efnið sem ég var að undirbúa mig með. Og þó að hættan sé ekki orðin mjög mikil á að hættu að vera í vannæringu, þá það oft þannig að við sjáum sem klínikar þetta fólk áður en það fyrir að skimast hjá okkur og við megum heldur ekki gleyma þeim hóp. Og hvernig getum við gert þetta? Ég held alveg eins og Ólöf kom inn á áðan, ég held að samstarf í teymi sé eitthvað sem sé bara grunngildi í þessari hugsun. Og þetta að fræða sjúklingan og aðstandendurnar, það rosalega mikilvægt. Gefa þeim upplýsingar fæðuval. Hvernig hægt að bregðast við kyngingar og meltingavandamálum? Og ég held stundum að við sem höfum sérstakann áhuga á þessu og erum að vinna þetta inn á spítala, við gleymum stundum sjálf hvað við vitum mikið, þannig að við ætlum fólkinu okkar að vita mikið meira en það raunverulega veit. Það hafa rannsóknir sýnt að ef það notaði leiðir til fræðslu eins og myndir eða plaggöt eða eitthvað svona, þá hefur það mælanleg áhrif. Og eins og allir hérna inni vita að breytt áferð á fæði og aðstoð sjúkling við að borða, það eitthvað sem rannsakað að hefur góðar, betri niðurstöður heldur en þegar það ekki gert. Og þetta með eftirlitið. Breytist næringaráætlunin í samræmi við breytta ástandi hjá sjúklingnum. Við skimum af því að við eigum að skima, en við svo að breyta ef að setja upp áætlun? Ef ég hringi Áróru og segi, Áróru, ertu til ég að gera fyrir næringaráætlun fyrir sjúklingan skimast hjá mér í mikilla hættu að vera vannærður? Ég svo þegar hún fer að skána, hann fer að borða betur, ég að breyta áætlunni? Eða ég bara að nota áætlunina þangað til hún hættir að gilda og ekki að vinna með það meir? Það sannað með mörgum rannsóknum og það styttri legutími og sjúklingu sem ekki vannærðir. Það lækkar dánatíðni eða þú ert ekki vannærður. Við vitum að bætt næringarstaða og inntaka bara grunngildi til þess að sjúklingunum okkar batni. Við getum nefnt einhverjar tölur. Hérna nýleg rannsókn sem sýnir 12,4 dögum styttri sjúkrahúslega hjá þeim sem voru ekki vannærðir og meðmabrotnuðu. Við sjáum að 6% lægri dánatíðni eftir innlögn, það var 6% lægri dánatíðni í kjölfar á innlögn í gegnum bráðamóttöku hjá þeim sem voru ekki vannærðir. 9,8% lægri dánatíðni eftir 4 mánuði hjá þeim sem voru ekki vannærðir. Og rannsóknir sýna að notkun á stuðningi við fæðuinntekt á deildum, markviss stuðningur, hvort sem við erum með aðstofafólk eða einhver aðra í því, að það að lækka verulega áhættur á bæði dánatíðni og lengri legun á spítala. Og bara það, ekkert bara, en það að aðstoða við fæðuinntöku hjá öldruðum, það lækkaði dánatíðni 10%. Þannig að þið vitið, það hellingur hægt að gera. Við erum að gera mjög margt og það stundu þannig þegar maður að tala eins og Byltuvarnardegi og einhverjum svona dögum að mér finnst ég stundum vera að messa fyrir þá sem mæti messu, fattiði mig. Það vel ekki þið sem ég þarf að fá að tala við, ég þarf að fá að tala við hitt fólki sem kemur ekki hérna í dag og velur að setja tímann sinn í eitthvað annað. Og það líka kannski eitthvað sem við á spítalinu þurfum að hugsa mjög vel Hvernig eigum við að ná til þeirra sem hafa kannski ekki sérstakann áhuga á þessu efni?
Ég skoða aðeins hver megin verkefni og hindranir og þegar við erum að hugsa hjúkrun og næringu. Og í rannsókn 23 þá kom fram að helstu hindranir í veittri næringarmeðferð og aðstoð frá hjúkrunarfræðingum mat og skimun. Að nota skimunartæki var eina hindrunum fyrir því að það væri markvisst unnið með næringuna. Það væri gerð umönnunar áætlun og samskipt við sjúklinga og stuðning við máltíðir. Það var eina af hindrununum. Og eftirlit, skráning á fæðuintöku og samvinnu í teymi og skipulag fyrir útskrift. Þetta var líka eitthvað sem voru hindranir. Og það kom í ljós þegar við að fara að skoða þetta í þessum rannsóknum að það var ekki verið að skima, það gleymdist að skima og mér fannst mjög áhugavert að heyra áðan og velti þessu svolítið fyrir mér. Ég held að séu mjög fáir sjúklingar sem fari í gegnum bráðamóttöku Landspítalans sem ekki með lífsmörk þegar leggjast inn á spítala. Og það verður áhugavert að sjá hversu margir sem fari í gegnum bráðamóttöku Landspítalans mæta ekki með næringamat. Vegna þess að ég veit að það ekki margir að fá næringamat. Og já, það má alveg segja að þetta séu einstaklingar sem eru á bráðamóttöku og það sé ekki relevant, en ef hann það lasin og við þurfum að leggja hann inn, þá ekki relevant að það sé gert á hann næringamat strax og brugðist við því í byrjun. Þannig að við séum samfellda meðferð í því eins og öðru. Okkur dytti ekki í hug að senda ólgubyrgitun á hjartadeild sjúkling sem var hvorki með púls eða blóðþrýsting mældan. Ég ætla bara að segja ykkur það, okkur dytti það ekki í hug. Skortur á sjúklingaþátttöku, það líka eitt sem við getum kannski nota. Getum við fengið sjúklingana meiri í lið með okkur? Getum við frætt sjúklingana? Erum við að nota til dæmis spítalarásin í sjónvarpinu til þess að fræða sjúklingana mikilvægi næringu? Erum við að segja þeim þessar hluti með próteinið og drykkin? Hvað þú þarft að drekka mikið? Ég veit að það ennþá mýta hjá mörgum, ekki bara fullorðna fólkinu mín á hjúkrunarheimilunum, heldur líka inn á spítala. Það mýtan með þetta, ef ég drekk kvöldmatarleiti þá þarf ég að pissa í nótt. Ég ætla ekki að drekka núna því að þá pissa ég. Og þegar þú segir við sjúkling einn besta leið til að losna við bjú að drekka vel, þá horfir hann á þig eins og að sé eitthvað alvarlegt að þér og þú þurftir að leggjast rúmið. Af því að hann bara hreinlega trúir þér ekki, fattiði mig. Og þetta bara staðreynd sem við erum að vinna með, að sjúklingarnir okkar eru ekki að fá kannski, við erum ekki nógu duglega að eiga þetta samtal. Og erum við að nýta okkur rafrænu sjúkraskrána nógu vel? Ég meina það flaggast hjá okkur ef fólk ekki með næringamat, það flaggast hjá okkur á skjáborðinu. En flaggast einhvern tímann hjá okkur að það sé ekki hjúkrunar áætlun á þessari vannæringu? Eða það sé ekki verið að vinna samkvæmt hjúkrunar áætlunni? Er það einhver staðar skráð hversu vel er verið að vinna með þetta? Það skiptir ofsalega miklu máli þegar við ætlum að reyna að vinna með hindranir og það þessi andi sem skapast þegar við getum talað anda þegar fólk að borða. Hvernig menningin á deildinni? Verið að gefa sjúklingum og starfsfólki tíma til þess að sinna matartíman, fattiði mig? Eða allt á hlaupum að því að það þarf að klára til þess að halda áfram með daginn? Og hvað þetta sem getur auki líkurnar á þessi verkefni gangi vel hjá okkur? Það þessi samvinna. Ég held að við getum nýtt okkur rafræna sjúkraskrá betur. Það þessi andi og menning, að það sé bara menning að fólk borði saman. Þegar ég var að vinna á B5 þá var hún Ingibjörg Hauksdóttir deildarstjóri og hún lagði gríðarlega áherslu á það fyrir COVID að allir löbbuðu í matsalinn eða í setustofuna þar sem við borðum inn í enda. Ég held að þetta sé eitthvað sem mætti nýta á mörgum stöðum betur. Ég held ekki það, það allar rannsóknir sem sýna það að maður manns gaman og við borðum betur ef við erum í félagsskap. Það bara alveg staðreynd. Auðvitað, ég alveg sammála sem kom fram áðan að við ættum að reyna að virkja ættingja betur inn í þetta og sannarlega það eitthvað sem við getum gert, en ég held að við getum líka virkjað hina sjúklingana með okkur, fattiði mig. Og fólk gleymir sér þegar það fer að spjalla og það setur upp í sig einn og einn bita. Ég allavega gera það þegar ég borða súkkulaði, það alltaf inn og mörgum bitum inn. Það líka spurning, getum við verið með
markvissa vinnu þegar við erum að búa til þessa samvinnu. Getum við verið með einhvers konar, getum við fengið til dæmis Bergþór og Ólöf inn á deildir til okkar til þess að ræða við starfsfólki hvernig ætlum við að reyna að vinna með okkar menningin á deildinni til þess að vinna betur að þessu. Ég náttúrulega varð aðeins að tala sarkópeníu. Hérna uppáhalds grillmyndin mín, efst í hægra horninu frá ykkur séð, sem sýnir að því að það eins og held ég allir eru búin að minnast á hérna í dag, þá ekki hægt að sjá það hvort þú ert með sarkópeníu utan á þinni og sést Súpermann. Þá sérðu það því að þá sérðu hvort eru vöðvar og hvað fita og fólk sem vel í holdum eins og einhvern tíma var sagt, það getur ekki síður verið vannært en aðrir og þess vegna finnst mér þessi mynd svo áhrifarík að minna okkur á þetta. Og þetta því miður eitthvað, sko, þegar ég spyr nemendur mína út í hjúkrunarfræðideild á fyrsta ári af því að ég búin að skemma og svo öðru og þriðja ári, þá velja þau alltaf að maðurinn sé líklegri til að vera vannærður en konan hérna í horninu niðri. Þegar ég búin að ræða við þau sarkópeníu þá áttaðu þau á því að það þarf ekki að vera. Og það eins þetta, við þurfum aðeins að vekja, held ég, að því ég held ekki til það, ég veit að þið vitið allt þetta, en við þurfum að vekja sjúklingana og ekki síður ættingjan okkar til umhugsunar það, hvernig þetta lítur út. Þú getur ekki séð þetta. Þetta alveg eins og með beinbrot, þegar einhver kemur á bráðamóttöku til þín og þú stendur í tríasinu og það horfir einhver mamma á þig og segir, hann brotinn? Og þetta já-nei spurning. Hann brotinn? Ég ekki með röntgenaugu. Fattiði mig. Við þurfum líka að segja, við vitum ekki hvort einhver með sarkópeníu, við vitum ekki hvort einhver vannærður, fyrir við erum búin að skoða það, skima það, vinna með það, fylgjast með sjúklingnum. Var hann að léttast það því hann var að missa bjúið eða var hann að léttast út af einhverju öðru? Og þetta með næringarefni, sko, ég veit ekki hvort við erum að tala nógu mikið D-vitamin við alla, en ég hef samt áhyggjur á því, eins og þetta með messun áðan, ég held að ég sé alltaf að tala við sama fólki D-vitaminið og fólki sem þyrfti á því að halda að heyra D-vitamin, það ennþá bara að fara til tenni einu svona ári og það dugar, fattiði mig. Að því að við þurfum að hjálpa til við og komi í veg fyrir ef við getum, það væri langbest, en mögulega kannski bara að meðhöndla sarkópeníu. Og þarna þarf meira en bara næringu, þarna þarf líka hreyfingu og ég kenni svolítið fyrir sjúkraþjálfa erlendis og þar segi ég svo oft, þið byggið ekki vöðva úr lofti. Þið þurfið eitthvað byggingarefni til að byggja upp vöðva, hvort sem það hjá ungu fólki eða fullorðnu. Sarkópenían púsli í þessa mynd, rannsóknir á 273 inniliggjandi COVID-sjúklingum á Íslandi sýnt að 74% þeirra voru með merki miðlægs eða mikla áhættu á vannæringu. Rannsóknir í Noregi sýnir 34% metnir í áhættu á vannæringu. Þetta eru tiltölulega nýjar rannsóknir sem að benda á hvernig staðan að því að okkur hætti líka svolítið til að hugsa, já, ok, þetta var svona en við erum orðin mikið betri. Og hvað getum við gert? Það þetta vigta reglulega. Ekki vigta bara einu sinni, lífsmörk ekki stabíl ef það tekin einmæling, vikt ekki stabíl ef það tekin einmæling, fattiði mig. Skrá þetta, erum við að skrá þetta? Hver að skrá þetta? Og ég held stundum að tómasta blaði sem ég sé inn á spítala upp á töflunum þar sem á að vera að skrá fæðintöku. Af því að ég sé þetta blað mjög oft bara nýkomið úr prentarnum og ekkert skrifað á það. Samneyti, matarandi, tala við sjúklingana, veita beinan stuðning, skima fyrir næringaráhættu og senda áfram til næringarfræðings. Ég veit að þau eru fá en þau elska að fá póst frá okkur. Ég sé þetta sem þverfræðilega samvinnu, sjúkralegar hjúkrunarfræðingar, næringarfræðingar og læknar sitji saman á öllum deildum og fari yfir alla sjúklinga á hverjum mótni á hverjum einasta stöðufundi. Það minn framtíðardraumur. Að það sé menning að næring sé grunnstoð í umönnun sjúklinga og matatími sjúklinga verði jafn mikilvægur og matatími starfsmanna. Takk Sigrún, við erum eins og fallega tíma þannig ég held að við geymum kannski spurningunum fyrir lokin ef það verður en næst erindi
næringarástand aldraðra sem hljóta mjaðmabrot eftir byltu og það hún Kolbrún Kristjansen, sérfræðingur og hjúkruna Landspítala. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Sæl og blessuð, gaman að fá að vera hérna með á þessum frábæra degi. Ég búin að læra helling og þetta bara svo inspírerandi og gaman og heyra öll þessi flottu erindi. Þannig að ég þarf að reyna að standa mig. En það sem ég ætla að ræða við ykkur næringarástand aldraðra sem hljóta mjaðmabrot eftir byltu. Og og ég hef unnið svolítið með þessum sjúklingahóp og ég hef upplifað bara heilmikla vitundavakningu undanfarið mikilvægi næringar og hvað þetta skiptir miklu máli. En sjúklingahópurinn, þetta einn algengasti og jafnframt alvarlegasti áverki sem aldraður einstaklingur getur fengið og þetta svona það bil 300 manns á ári á Íslandi sem mjaðmabrotna og flestir brotna við byltu á jafnsléttu, við falla jafnsléttu. Þetta lág orku áverki og 3 af hverjum 4 eru konur. Þetta töluvert algengara meðal kvenna og það stafar af því að konur eru frekar með beinþynningu sem rýkur á stað eftir tíðahvörf en karlar geta líka fengið beinþynningu, við þurfum að hafa það í huga. Og meðalaldur þessa fólks eða brotnar svona 83 til 84 ár. Það náttúrulega búið að koma fram hérna að það eru sterk tengsl við minnkaðan vöðvamassa eða sarkópeniu og beinþynningu og hrumleika og þessir þættir hafa aftur sterk tengsl við vannæringu og þurrk. Fæst þessara einstaklinga ná fyrir færni og þjónustu þörf eykst. Það ekkert allir sem komast heim aftur. Fólk þarf langa og þeir sem komast heim þeir þurfa langa endurhæfingu. Dánartíðnin há eins og kom fram hérna í fyrirlestri áðan, þá deyja karlarnir frekar, það 36% þeirra látnir innan árs eftir mjaðmabrot. Þannig að þetta grafalvarlegt fyrir gamalt fólk og konur, það 21% kvenna sem látin innan árs. Og það þetta áskoranir, delirium, dementia, depression, motivation, við erum alltaf í einhverjum svona 3P og 4D og svona, en þetta náttúrulega hópurinn sem kannski komið með heilabilun. Dettur í óráð, þar talaði það bil 50% þessar einstaklingar sem mjaðmabrotna, þeir fari í óráð og hvað gerist þá? Byltuhættan eykst. Og depression, þunglindi svo sem ekkert algengara, nú verður öldrunlæknar leiðir þetta með ef ég rangt við, svo sem ekkert mikið algengara meðal aldraðra heldur en gerist og gengur í þýði, hef ég lesið, en það getur aukist við svona áfall og þetta bara svo mikið áfall því að fólk sér ekki kannski framtíðina, framtíðin kannski gjörbreytt, þannig að þetta líka svo ofboðslegt andlegt áfall að mjaðmabrotna. Og þetta fólk, þetta kannski gamla fólkið sem liggur í rúminu meðalasið, það ekkert mikið að hreyfa sig. Ég bara veik og ég ætla bara að liggja í rúminu þangað til ég næ mér. En það líka að hafa það í huga að sarkópenia, vöðvarýrnum gerist svo rosalega hratt og eftir áttrætt þá svona þumalfingurregla að ef þú liggur í rúminu í 10 daga þá missur þú alltaf 10% vöðvamassans þíns. Og fæstir mega við því, ég veit að ég má ekki við því, en hvað þá, aldraður einstaklingur sem að kljást við svona alvarlegan veikindi. Og næringarástand hópsins, nú ætlum við aðeins bara við erum búin að heyra fullt af rannsóknum, en þetta eru allt fólk sem hefur hlotið mjaðmabrot. Íslensk meistararannsókn Þuríðar Geirsdóttir á 144 sjúklingum með mjaðmabrot, þetta var tekið á hálfs árs tímabili, sýndi að rétt innan við 40% sem voru með skráðan líkamsþyngdarstuðul eða BMI voru með
viðmið hætt á vannæringu. Og þannig við bara að tala BMI og við erum búin að heyra það aftur og aftur að það ekkit áræðilegur stuðull. Þannig að rauntalan trúlega mun hærri. Og erlendar rannsóknir þær benda líka til þess að 1/3 sé vannærður við komu og alltaf 2/3 séu vannærðir við útskrift. Hvað segir það okkur vinnubröðin okkar? Og hvað við getum gert mikið betur. Þetta finnst mér mjög sláandi. Vannærði hópurinn, hann eldri, frekar með rollator og háðugöngu og hjálpartækjum, frekar með heilabilun og hafa almennt meiri sjúkdómsbyrði. Og þetta bara í samræmi við það sem hefur komið hérna fram, svona genir allt, fjöllyfjanotkun og annað slíkt. Og þetta eykur verulega hættu á ýmiss konar fylgikvillum og hefur umtalsverð áhrif á útkomu og maður sér það. Þetta fólk fer frekar í óráð, það bara mun lengur að ná sér, sáragróandinn mun minni, sýkingartíðnin eykst. Þannig að þetta hefur bara mjög sterkt tengsl við lengri sjúkrahúsleg og verri útkomu og hækkandi dánartíðni. Fastan, nú aftur að rannsókninni sem hún gerði hérna á sjúklingum með mjaðmabrot. Hvað gerum við þegar fólk kemur til okkar og byrjar að bíða eftir aðgerð? Við látum það fasta. Biðtími eftir aðgerð var þá 30 klukkustundir. Ég kíkti í gagnagáttin í gær og hann hefur aukist. Hann svona 36 klukkustundir núna, þannig að það ástand ekki að batna. Meðal föstu tíminn fyrir á fasta fæðu var 13 klukkustundir. Meðal föstu tími á tæra drykki sem fólk má drekka alltaf 2 tími fyrir aðgerð var frá 10 til 13 klukkustundum. Þannig verulegt tækifæri til úrbóta. Finnst þið ekki vera að batna? Mér finnst það nefnilega mjög Jú. meðvitaður á skuldinum og passa drykkina. Algjörlega, ég algjörlega sammála. Ég sá stefnubreiting á því. Já, þessi rannsókn, hún nefnilega gjörbreytti verklaginu hjá okkur og vakti okkur til mikillar umhugsunar. Þess vegna eru svo hjúkrunarrannsóknir og rannsóknar þessu sviði svo gríðarlega mikilvægar. Og þarna festuðu 40% sjúklinga 2 daga í röð, þannig að þetta var alveg gríðarleg fasta hjá þessum gamla veiklaða hóp. En hjúkrunarfræðingurinn sem gerði þessi rannsókn búin að vera gríðarlega aktífi að kynna þessa niðurstöður á bæði hérlendis og erlendis. Þannig að ég alveg sammála því að þetta hefur breytt verklagi hjá okkur. Þannig að ég nokkuð vissum að ef við þessi rannsóknir yrðu endurtekin þá sæjum við breytingu. Og í það minnsta á tæra drykki, að nota prjódrykkina sem eru kolvetnaríkir drykkir. En þetta sú rannsókn, þetta nýjasta rannsóknin á þessu. Þá næringarmeðferðinni, þetta að mjaðmabrotna fara í skurðaðgerð og endurhæfingu alveg gríðarlega orkukraftferli og þó þú gerir ekkert annað heldur en rauninni bara liggur í rúminu sem við náttúrulega leyfum sjúklingunum okkar ekki að gera, þá orkuþörfin hækkuð bara við alla þessa uppbyggingu eins og Sigrún var að tala um. Þú þarft prótein til þess að byggja upp. Og rannsóknir benda til þess að sjúklingar fái einungis 50% af næringarþörf sinni á spítölum sem kannski veldur því að þeir eru vannærðari þegar við útskrifum þá. Og svo þetta ógleðin, það náttúrulega viðverandi ógleði, fólk á sterkum verkjalyfjum, fólk á ópíóðum með þessu ógleði. Það listalaust, oft þetta fólk bara með hæðatregðu og sem hefur líka áhrif á matalist og hefur kannski takmarkaða getu til þess að borða. Þannig að þetta eru hlutir sem við getum stigið inn í. Svo það þarna tímafaktor, það skiptir máli að fá fólk til þess að borða. Því eins og Sara var að tala að ef þú ert fastandi, það bara eykur ógleðina. Að fá fólk til þess að borða lítið en oftar.
Og hérna kemur að sjúklingar sem fengu næringadrykk daglega í endurhæfingunni sýndu marktækt betri útkomu. Þannig að það er líka búið að rannsaka náttúrulega næringadrykkina heilmikið og þeir skipta máli. Þannig að við opnuðum öldrunarbæklun og við settum okkur verklag sem hljómar svona að vannaringamat gert innan við sólarhring frá komu. Þetta náttúrulega spítalinn, þannig við ætlum að reyna að standa okkur í því. Allir fá orku og próteinbætt fæði og ávísaði 2 næringadrykkir. 1 klukkan 14, ekki á sama tíma og matatímarnir eru 14 og svo klukkan 20. Þannig að fólk fer ekki svangt að sofa. Og þetta ávísað bara eins og lyf í þerapi. Svo eru teknar blóðprufu til að kanna næringarástand, kalk og D-vítamín sem skiptir máli. Og svo reynum við að hafa þetta í huga að matast félagsleg athöfn eins og við höfum komið fram á að matast í félagi við aðra skiptir máli og ekki trufla matatíma. Ekki ef röntgen kallar á sjúkling sem vannarur að borða, þá þarf röntgen að bíða. Maturinn hefur forgang. Það þarf að vera svoleiðis. Og svo náttúrulega vera vakandi fyrir andlegri líðan. Simpli rannsóknir sem hann Jack kom inn á. Við erum stoltir þáttakendur í því verkefni og erum að vinna með Jack og Ólöfu að verkefni sem bæði sem sagt svona hógvart gæðaverkefni en mjög effektíft og flott sem þessi hringur. Þetta svona PTA's Planned Study Act hringur, svona svolítið upphafinn og síðan verið að undirbúa stærri rannsókn eða doktorsverkefni á öldrunarbæklun, þannig að það eru mjög spennandi tímar framundan. Snilldarnafn, simpler, því það að bæta næringu þarf ekkert að vera flókið. Þið munið það var þarna með 6 þætti til þess að bæta næringuna og við tókum af þeim, völdum okkur 4 atriði á öldrunarbæklun. Og það sem við ákváðum að skoða og gera svona átak í, það var að útfylla næringamatið, hvort að sjúklingar væru skráðir á orku og próteinbætt fæði, hvort þeir fengu hvort þeir væru skráðir næringadrykknir í þerapi, hvort að næringarinntektin væri skráð, hvort að næringadrykkirnir eins og við töluðum sita þeir óhreyfðir á borðinu eða þeir drukknir, hvort það væri skráð. Og síðan var spurt fræðslu, hvort að sjúklingur fengi fræðslu næringu og mikilvægi hennar eða næringadrykki og mikilvægi þeirra. Við tókum stikkpröfu fyrir eða 2 vikur, þetta sjúklingaveltan hjá okkur á 2 vikum, það svona cirka 15 manns sem rúla þarna í gegn, þessi mjálmabrotin okkar. Síðan fórum við í innleiðingu á þessu, töluðum á deildarfundi, létum glæru ganginn á kaffistofu og síðan tókum við pröfur eftir á. Við bættum okkur á einhverjum sviðum, en þetta svona Planned Study Act, að maður fer hring eftir hring og svo í næsta skrefi, þá bætum við inn einhverju öðru. Þá kannski útskrifum við okkur í til dæmis næringamatinn útfyllt, mjög vel gert. Og tökum inn eitthvað annað, eins og eftirfylgd, ætlum við að hafa einhverja eftirfylgd, þar sé alveg stórt tækifæri að útskrifa fólk á næringadrykkju, að halda áfram meðferðinni, ekki láta hana klárast bara á spítalanum. Þannig að þetta það sem við erum að gera og þetta eins og segi, þetta þarf ekki að vera flókið að bæta næringuna. En ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við fræðum sjúklingin, hann viti af hverju hann að drekka næringadrykkin og það var svo sem þokkalega vel gert, en þeir fengu mjög litla fræðslu næringu. Þar getum við stórbætt okkur, það er til fræðsluefni sem við getum notað og við þurfum að segja sjúklingnum að hann sé í hættu á vannaringu, þetta skiptir máli, hann þurfi orku til þess að byggja upp nýtt bein til þess að skurðsárið grói.
það ekki? Allir sammála því, jú. Hann náttúrulega, sjúklingurinn lykil manneskjan í þessu verkefni, eins og alltaf. En tíminn að renna frá okkur, þannig ég ætla bara að mynda mér í síðustu glæruna sem fyrir ykkur. Hún ekki sjúklinga, hún hópinn inni og því að við þurfum líka að hugsa beinin okkar. Þetta vonað mikið konur. En og þetta svona bara góð ráð, hvernig við getum hugað að beinheilsu. Beinin okkar byrja að rýrna 35 ára aldur. Þannig að við þurfum að vera duglega að leggja inn í beinabankan. Eftir tíðahvörf, konur 50, þá gerist þetta rosalega hratt að beinin fara að þynnast, þannig að við þurfum að huga að heilsunni, þetta alls ekkit flókið. Og þetta svona þessar klassísku leiðbeiningar. Svo þurfum við líka að muna það að með hormóna uppbót, það líka mjög sterk forvörn, því estrógen beinvendandi hormón. Þannig að við skulum bara borða vel og taka kalk og te og borða kjöt og fisk og skyr, dansa, skokka, hafa gaman og halda kjörþyngd, ekki að vera að fara í einhverja svakalega meðránir. Ég var að var með svona hópfræðslu fyrir liðskiptasjúklinga. Þá var ég sagði alltaf konunum sem voru komnar yfir 50, bara að taka þessum 5 auka kílóum fagnandi. Þau bara styrkja beinin. Það ekki gott að vera undir kjörþyngd. En þá þetta bara komið hjá mér. Takk fyrir. Ekki ágætist tímajöfnun hjá mér? Já, takk fyrir Kjalla. Takk fyrir Kjalla Kolbrún. Við erum með tíma fyrir eina spurningu. Ein spurning. Já. Já, Sara, sjúkrali. Með spurningvandi fyrir okkur, með beinþynningu, okkur starfsfólk sem yngri. Maður heyrt varandi lyf, eins og hormónalyf, mörg okkar sem eitthvað getnaðvörn, sem getur haft neikvæð áhrif á beinþynningu. Það ennþá vandamál? Nú myndi ég bara að vísa því á læknin. Ég held að Konstantín sé betri að svara þessu heldur en ég. Já, ég held að það sé, ég held að við geymum þetta bara fyrir næsta málþing. Ég held að þetta sé ekki alveg ekki alveg það sem við ætlum að tala núna, en eru einhver aðra spurningar eða vangaveltur? Má ég koma með einn? Já, ég heiti Eygló. Það var ótrúlega áhugavert fyrir mörgum árum áður en að 11G og 11E saminuðust. Þá voru 11G hérna þá, sem blóðlækningadeild. Það var með mjög áhugavert geðverkefni. Þar sem þau breyttu matnum, þetta voru sjúklingar sem voru í erfiðri krabbameinsmeðferð. Breyttu í fyrsta lagi matnum, þannig að kom í svona kerru. Og þau breyttu því að það voru sjúkraliðar sem gáfu matinn. Og það sem gerðist var að þetta var náttúrulega fólk sem var með mjög mikið listaleysi og í erfiðri meðferð og því miður var ekki skrifað með þetta var svo áhugavert. Sjúkraliðarnir tóku þetta náttúrulega með trompi. Þeir vissu að þessi vildi svona mat og þessi hinsegin báru þetta fallega fram. Það fækkaði ótrúlega mikið krabbamingjöf, eða næringu í æð. Og þau sagðu, ég man ekki tölurnar, þau sagðu, já, í staðin fyrir að vera með 3-4 póka, þeir voru alltaf settir upp á sama tíma, á kvöldvaktinni, þá var ég kannski bara að setja upp einn eða eitthvað svona. Og því miður var ekki, það var ekki gerð, skrifa greinum þetta, ég var eitthvað að reyna að hvetja því ég bara svona frétta þessu, en það væri svo gaman að gera svona tilraun. Þannig ég bara geri það tillögu minni. Ertu komment varandi þetta? Þetta var frábært verkefni. Ég heiti Ingibjörg og ég var deildarstjóri næringarstofu lengi. En
mér skilst að vandamáli hafi verið að sjúkraliðafélaginu fannst þetta ekki gott að sjúkraliðarnir væri í þessu. Við erum búin að tala þessa vannæringu í 30 ár og það var eitthvað svoleiðis sem að mér skildist að hafi komið upp. En við þurfum bara að ákveða, við þurfum að gera þetta og finna leiðir til þess að skipuleggja þetta. Takk. Það eru loka orð núna frá Áróru Rós Ingadóttur sem deildarstjóri Næringarstofa Landspítala. Gjörðu svo vel. Herðu, ég ætla að vera rosalega stuttorð, þannig að þið eru alveg að komast út. Ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið. Ég var ánægð með, ég held að við séum bara ánægð með mætingu, góð mæting myndi ég segja og fjölbreyttur hópur. Og við höfum fengið að skyggnast inn í mikilvæga samhengi næringar og byltuvarna og fyrirlestrar, reynslusögur hafa undirstrikað að góð næring skiptir miklu máli, grunnur að heilsu og lykil þáttur í því að fyrirbyggja byltur, flýta bata og bæta lífsgæði hjá sjúklingum okkar. Ég vil bara þakka fyrirlestrunum, einmitt ykkur sem að komu Bergþóru fyrir að hafa hýft næringuna, hafa tekið ákvörðun að hafa næringuna svona sem yfirskrift á þessu málþingi og ég segi bara við skulum láta þetta málþing vera hvatning til samvinnu og bara áframhaldandi samstarfs. Bara takk fyrir.